Já, velkomin að Rauðaborðinu. Það verður margt í gangi í kvöld. Í lok þáttarins þá kemur til mín Elín Ebba Ásmundsdóttir. Hún forstöðukona hugverkasetturs en líka varaformaður Geðhjálpar sem stendur fyrir ráðstefnu seinna í vikunni á fimmtudag og föstudag. Það sem að koma saman bæði fólk sem hefur reynslu af annars konar lækningum, heldur en hinum hefðbundnu geðlækningum út af geðraskunum. En líka fólk sem mætti kalla andósfólk sem hefur bent á að hinnar hefðbundnu geðlækningar hafi ekki skilað árangri og líka sem hefur bent á blóði drifna sögu geðlækninga. Þannig að ég ætla að spjalla við Elínu Ebbu þetta, andófið og eða leitina að öðrum valkostum, þið ráðið hvernig þið lítið á það, hvort það sé andofið því sem að fyrir eða leita að einhverjum nýjum valkostum. Það allt logandi í Súdan, ég heyri í Helenu Ólafsdóttur sem þetta ekki stödd í Súdan en hefur verið þar, hún núna í Mogadishu í Sómalíu. Ég ætla að spyrja hana þessi átök sem eru kannski fyrst og fremst átök milli tveggja stríðsherra og erfitt að sjá fyrir sér hvað snúast nema að sé að valda barátta og ótti hvort þeirra við hinn að þolir hvorugur fullnaða sigur hins en hvorugur vill sætta sig við annað en fullnaða sigur, þannig að það getur vel verið að við verðum með átök í Súdan lengi ennum sinn. Finnbjörn Hermannsson, formaður Byggiðnar, hann hefur gefið kost á sér sem forseti Alþýðusambandsins, kemur þarna inn sem sá sem að gæti hugsanlega sett klæði á vopnin. Hann kemur hérna eftir og ég ætla að spyrja hann framboðið hans, Alþýðusambandið og stöðuna í verkfallshreyfingunni og kannski stöðuna bara í efnahagsmálum landsins og hvaða kröfur Alþýðusambandið og verkfallshreyfingin ætti að gera á stjórnvöld til þess að endurreisa hér og byggja upp velferðarríki. Í gær var Ragnar Þór Ingólfsson, formaður VR hérna og var að tala mótmælin sem hann vill efna til í næsta mánuði. Hann fór svona yfir ástæðu þess hvers vegna vildi mótmæla og hvers vegna mótmæli væru rétta lausnin að mótmæli getur náð eitthvað sem að verkefnishreyfingin eða stjórnmálafólkiðin á þingi getur náð. Og hann vísar svolítið til búsáldabyltingarinnar og ég ætla að fá hingað þrjú sem að voru virk í búsáldabyltingunum sín tíma, Árna Daniel Júlíusson, Hjört Hjartarson og Hallfríði Þórarinsdóttur. Og ég ætla að spyrja aðeins mótmæli í dag og kannski árangurinn af búsáldabyltingunni, hvaða árangri mótmæli skila og hvers vegna þeir eru nauðsynleg eða hvers vegna þeir eru ekki nauðsynleg. Sjáum til hvað kemur út úr því spjalli en við byrjum eins og annarlega á fréttum dagsins og það hún María Pétursdóttir sem með þær. Hvað þetta? Já, heyrðu, það til dæmis það að ríkisstjórnin fjallaði morðið í Kópavoginum á toganum. Nei, Hafnarfirði. Við Fjarðarkaup. Við Fjarðarkaup í Hafnarfirði, já. Ég heyrði þetta í fréttunum með það svona, ég byrju hvað ég man ekki að þetta ríkisstjórn hafi fjallað morð. Nei, ég man ekki eftir því heldur nema bara kannski örgulega Geirfinnsmálið. Það var kannski 20-30 ára seinna. Já, nákvæmlega. Já, það hefur nú kannski verið, það var örgulega fjallað á sín tíma samt líka. Það var fjallað á þingi, rannsóknina. Einmitt. Mafía þetta og mafía skal það heita, sagði Ólafur Jóhannesson. Einmitt. Hann tala vísi. Frægur fallið. Hann tala vísi. Já. Þetta það verður svona komið fram Ásmundur Einar sagði að þetta er rætt í ráðuneytinu og það væri bara von á einhverjum aðgerðum í seinni vikunni eða eftir helgina eða í næstu viku sagðan það væri allt í nátt að segja að þetta væri kannski ekki alveg tilbúið. Nei, ég sé nú eitthvað þarna og samstillt átak lögreglu og fleiri. Það er nú allir á því að það þurfi einhver aðgerðir. Já, Jón Gunnarsson vil náttúrulega bara setja aukinn kraft í löggæslu áfram. Sigmundur Davíð var á þingi og sagði vantaði meiri aga í samfélagið og var með brotnu rúðu kenninguna, hvað skemmtir henni alltaf
að það til þess að ekki yrði slömm, þetta svona bandarískenning, að þá má ekki skilja neina rúðu eftir óvið gerða. Já, og vera strax að mála graffiti og allt þetta. Þetta er svo langt sem að heyrti þetta að ég man ekki að það er einhver ástæð fyrir að maður ekki heyrti þetta lengi. Ég held þetta sé ekki eins skotelt kenning eins og Sigmundur Davíð. En við vorum hérna með frábært samtal hérna við Rauðaborðið í gær. Já. Við Margréti Valdimarsdóttur og hérna hann Hauk sálfræðing úr Hafnarfirði og hann Viktoríu sem aktivisti í málunum innflytjenda og vorum að ræða ýmsar hliðir á þessum málum og þar komum fram að það örugglega krafa einhver svona, það þarf að gera átak í menntamálum að menntakerfið geti tekið á móti fjölbreytilegra fólki. Það séu minni líkur á því að fólk upplifi sig á jaðrinum. Það er ekki átak í íslensku kennslu. Það er alls konar svona hluti sem það þarf að gera sem að samfélagið okkar er ekki viðbúið og það þarf að vera auka félagsstarf. Það rifjaði svolítið upp svona, það voru aðgerðir kannski fyrir svona 30-40 árum þegar það var svona aukur að æskan væri að tapa sér í tómneyslu. Það verður til hérna vímulis æska, mannstu geta því? Jú, ég mannstu því. Þetta er svona á þeim tíma og þá var gripið til ýmis að það voru útidildin sem að fór og reyndi að brjóta upp svona hópamyndari á Hallarínsplaninu og þannig að það hafa verið gerðar ýmsar aðgerðir af sambærilegum ástæðum. Reykjavíkurborg var náttúrulega bara að loka einhverju svona mjög svipuðu úrræði fyrir ekki stutt síðan. Þannig að á þessum tíma að þá var hérna árangur að þessu, ég held að það sé allir sammála því en þetta voru eins og mjög miklar aðgerðir sem að var gripið til. Ég spurði í gær, gæti það verið að því að nú eru kannski innflytjendabörn sem eru í mestum háska. Þau eru líklegri heldur en innfædd börn til þess að detta út úr skóla og annað slíkt. Hvort það væri að við höfum gripið harða til harðari eða svona ákveðnari aðgerða á sínum tíma vegna þess að við óttuðum að börnin okkar væru á refilstigum. Já, ég veit það ekki. Þú veist ekki? Nei. Hvað veist ekki? Ég held bara það þarf náttúrulega að bara auka held ég og svona ég held samt sko skólarnir, grunnskólarnir hafi svo sem séu búin að vera að reyna að gera sitt besta varandi svona fjölbreytni í samfélaginu. Ekki segja að börn innflytjendur það eru börnin eru sent heim. Nei, en það sem ég ætla að segja en það þarf að taka það held ég ennþá fastari tökum heldur en hefur verið gert. Það er bara ekki nóg gert. Nei. Og ég held að sé ekki bara innflytjendabörn, það er líka varandi bara hinsegin krakka til dæmis sem að verða fyrir aðkasti líka í grunnskóla og menntaskóla. Þannig að þú veist það þarf að taka á þessu málum. Það sem talað í sambandi við skólan og nám er að börn sem að koma vel búin frá heimilinu sínum og það er ítt ákveðnu námi frá skólanum yfir á heimilin og sum heimili geta ekki tekið á móti og þannig að það tengist það er á sérstaklega við innflytjendur en á ekki við kynsegin börn sem koma frá alls konar heimilum þannig að það er ekki það sama sem er verið að tala þarna. Nei, svo sem ekki það sama sem er verið að tala en það sem ég meina er bara að börn sem að vera fyrir aðkasti eða eitthvað svoleiðis. Það er almennt og ég held að við komum inn í samtalið sem við erum uppu, ég spái því á eftir að almennt þarf fólk bara að venja sig við það að fólk er mjög ólíkt í samfélaginu og það tróða öllum ofan í sama kassan það kann ekki góður lukkast í það en ég held að það tengist ekki þessu morði. Nei, það tengist kannski ekki morðinu. Heyrðu, það eru fréttir hérna úr heitu bottunum svona rómur að Sigurður Ingi ætla að hætta sem formaður Framsóknarflokksins. Já, maður er bara að heyra þrjá sem er þetta í dag að það sé einhver svona átökun í flokknum. Já. Lilja vilji taka Lilja ég heldur nú ekkert falir að hún ekki beint svona ég held að sé það væri ekki líkt en að fela það ófalið leyndarmála hún vill verða formaður en það er vaxandi óana innan Framsóknarflokksins
með Sigurðinga og þetta gís upp reglulega þessi kvittur. Síðan búist við að geti orðið átök á milli Lilju og Ásmundar Einars sem Ásmundur Einars og þú vinsast í stjórnmálamæður á Íslandi. Já, það sem ég voru að hugsa ég svolítið hissa ef hann myndi ekki fara þá gegn henni ef hann ætti alveg einnistöðu. Já, þannig að það ekki farnast vel þeim sem eru formenn Framsóknarflokksins. Nei. Það bara það fara aftur til Steingríms Hermannssonar til þess að finna einhvern sem að óks við það að vera formaður Framsóknarflokksins. Aðrir hafa eiginlega, þetta eru harmur að nefnda hana. Mér hlutur ekki kannski horfir hann með einhvern veginn öðru á þetta. Býður eftir sínum tíma. En það voru líka, því að ráðurinn voru að ræða morðið, þá voru þeir líka svolítið að tala ópíóða faraldurinn. Eins og Willum var með viðbrögð og ópíóða faraldurinn búin að vera held ég í svona 5-6 ár. Jafnvel lengur. Og mér finnst það skrítið að heilbrigðisráðherra komið fram og núna sé að tjá sig eitthvað þetta. Og tilefnið bloggfærsla eða status Bubba Mortens sem frábært sýnir hvað Bubbi getur sett mál á dagskrá. En það eitthvað skrítið þegar ráðherrarnir eru mættir og að tjá sig svona tilefni af því að Bubbi skrifar það. Ég held að S.A.H. hafi bent heilbrigðisráðherra á þetta og þeir sem var undan honum og þeir sem var undan honum. Þetta búið að vera, þetta náttúrulega bara búið að vera vaxandi vandamál. Já, og öllum ljóst. Já. Og það mér að segja sko tollararnir að það sé verið að smygla ekstra mikið þegar að verða ná reyndar miklu smygli. Já, kókaini. Já. En það var viðtal við Valgerði á Vogi og hún sagði að 35 undir 40 úr sjúklingahópnum af því að þau fylgjast með því að þeirra eru tilkynnt döðsfull og þá kannaði hvort þau hafi verið inn á Vogi. Það 35, hvað eru komið núna í lok apríl, 4 mánuðir af sjúklingahópnum sem fólk sem undir 40 og hún Varkár í þessu viðtali segir að þessi að minnstakosti 10 hafi dáið út af ofstóru skammti af ópíóðum. Já, einmitt. Sem þá 2,5 á mánuði sem að lægsta og þá var það spurningin ef það eru 2,5 á mánuði sem að deyja út af þessu faraldri akkur ekki eitthvað í gangi akkur hrökkvallir upp þegar að Bubbi Mortens skrifar. Já, ég veit ekki og það bara líka þegar þú segir svona úr þessum faraldri það eins og sko sumir faraldrar sko bara eins og orðið sé búið að missa vægi setta aftan við sko ópíóða faraldur það eins og það sé bara svona við segjum það bara ef við tölum til dæmis COVID-faraldur eða einhverja veiru skilur þetta faraldur sko þetta faraldur, það nefnilega málið þetta dreifist eins og faraldur, þetta smítast þetta dreifist svona félagslega og fíkniefnaneysla hefur alltaf verið þannig það til dæmis, það eitt af einkenni á íslenska fíkniefnamarkaðnum fólk sem að sprauta sig í æð með amfetamíni þetta þekkist eiginlega hvergi annars þar og það til dæmis þekkt heroin faraldur sem var í Oslo man ekki hvort það var bara upp úr 1970 það ennþá, ég meina þú finnur að þú fer til Oslo þá sérðu þú út á götu það ennþá, sá faraldur eftir og hann miklu alvarlegri í Oslo heldur en í Kaupmannahöfn eða annars staðar þessi tegund af því að sprauta sig með örvandi efnum í æð það þetta rekjan til eins manns sem kom frá Stokkólmi og það eiginlega eini staðurinn í okkar nágrinni þar sem líka til svona hópur sem að notar amfetamín með þessum hætti að sprauta sig æð og þetta bast bara hingað eins og þannig þetta að finna sko sjúkling nummer 0 sjúkling nummer 0, já þetta alveg, það svakalegt og við erum með stórkostlegt vandamál og áður en ópíóða faraldurinn kom þá var þetta sá hópur sem helst dó, helst smitaðist af eyðni helst gríðarlega livra skemmtir og fleira sem fylgir sér neyslu en þetta búið að vera vandamál sem ég held að við verið bara fyrir 1990 sem þetta kom hingað til Íslands og fjöldi fólks farist að þessu þetta er bara nákvæmlega eins og faraldur þó svo að sé ekki sko bólur hvernig sem að fólk vil sjá fyrir sér faraldur sko. Nákvæmlega
Og þá náttúrulega taka, og við erum nú fjallað það áður hérna, sko, mannfallið í ópíófaraldrinum í Bandaríkjunum sko hrikalegt. Já, þetta sko stærsta einstaka heilbrigðisváin sem að herjar á ungt fólk. Eins og fíknisjúkdómar hafa svo sem alltaf verið. Það er helsta váin sem herjar á fólk, ég held að það sé bara undir 50. Þegar þú verður eldri að þá fara krabbameinið og fleira bankatinnar. Herðu, Joe Biden ætlar að sækjast eftir endurkjöri, talandi um Bandaríkin. Já. Let's finish the job. Já. Slagur í honum. Hann verður hvað, 82 ára. Sem kemur líka á móti Trump sem að verður Make America Great Again. Again? Er það ekki? Það ekki ég var að segja Again? Já, again. Hann verður 82 ára stuttu eftir að verður kosið 2024. 86 ára. Já. Er það ekki vandamálað? Nei, mér finnst það er ekki vandamál sko. Þetta fylgir bara svolítið svona Bandaríkja fórsetum setni ár að vera svo aldraðir. Bandaríkjamenn velja sér eldra fólk á þingi. Reyndar ekki, það er stutt síðan reyndar að Barack Obama var nú mikið yngri. Já. En ég tók eins og þingið, bæði öldungadeildina og fulltrúadeildina og þingin á Norðurlöndunum og eitthvað meira. Já, aldursgreindur. Og þá kom í ljós sko að Bandaríkjamenn eru allt öðruvísi heldur en okkar fólk og við vorum þá, ég held að það hefur breyst núna í á þingum Norðurlandana var þetta að stæðstuleiti X-kynslóðin og Y-kynslóðin. Þess ríkjandi kynslóðir voru kynslóð Bjarna Ben og Katrínar Jakobsdóttur og síðan voru jafnmargir sem voru þá á kynslóð Áslaugar Örnu. Þannig eru þingin sett saman. Og bara fáir sem eru eins og nú, ég held að Jón Gunnarsson sé elstur á þingi og hvað ætla að sé 64? Hann er ekki gamall, og næst kemur elsta konan á þingi held ég að sé Svandís. Já, ég hugsa að þingi núna sé alveg einstaklega ungt þegar ég var að skoða ég man ekki hvernig það var, þessu gamall, ég man ekki þá sá maður að bera það saman við aldurinn á þjóðinni að þá náttúrulega of fáir fulltrúar fólks bara undir 25 ára á þingi en síðan það fólk sem 65 ára eldra við talum ekki 75 ára eldra á sig bara enga fulltrúan á þingi og ég held að er ekki Tómas elstur núna? Já, Tómas er núna ég held að hann sé eldur en Jón hefur verið þar áður en að Tómas kom og lagði sig á þinginu. En ég held að aldra fólk ætti að hugsa þetta. Að kannski það þessi lítið hlusta á aldra fólk, alltaf verið að lofa því ykkur en aldrei staðið við neitt. En það eiga bara ekki fulltrúan á þingi. Já, einmitt. En svo ég komið aftur því sem ég var að segja, svo bara maður þetta saman við Bandaríkin, að þá var sko eiginlega bara fáir sem voru á kynslóð Bjarna og Katrín og þar fyrir neðan, því að voru svo tvær kynslóðna þar fyrir ofan sem voru dóminum. En svo náttúrulega líka að því í Bandaríkjunum þarf því líka að vera svo ríkur til að vera forseti, eða verða þjóður, eða komast inn á þing. Þetta er allt svo eldra fólk er ríkara og sérstaklega í nýfrjálsvíkinni þar sem að breytingar á skattkerfinu með því að leggja niður eignaskatta og stighækkandi tekjuskatt það færir raunverulega peninga frá yngra fólkinu til eldra fólksins. Það streymið niður á við er búið að skrúa fyrir. En ég veit að ég voru að rifja upp Joe Biden, ég menna hann er fættur 42 er ekki Ólafur Ragnar svona svipaður róli? Jú, alltaf ekki. Þetta er svona svipaður við verum að kjósa Ólafur Ragnar. Það var ekki fólk alveg til að kjósa Ólafur Ragnar? Já, aftur. Nei, ég segi, þú veist, er það eitthvað að vera nú gamall eða? Ég veit það ekki. Ég veit það ekki. Nei, ég veit það ekki. Hvað er ekki læknar að bara svona eða hægt að vinna og svona þeir með halda fram með stofur upp í hvað? Ég veit að með ekki bara vera endalaust Nei, þeir þurfa að hætta nefnilega bara 80 og leigubílstjórar Já, það er svona þú gegnir ákveðnum störfum sko, þá þarftu að hætta fyrr
Ég heyrði ykkur Ég umfjöllun veit þetta og þá var verið að tala um það sko að það eða var þannig að fólk vildi að eldra fólk væri við það sé betra Já, að hafa já. einhver sem tekur ákvarðanir Já. sem Ég að held er ekki alveg Ég held samt að þetta fari bara eftir manneskjunni. Ég held að svolítið, ég veit ekki, já, ég veit það ekki samt. Svo sem er hann labba, hann er orðinn svolítið gamall Já, hann mannst ekki, hann var alltaf að hlaupa hann var alltaf að sína að hann Já. væri ungur sko. Já. hljópa alltaf upp á svið, hann getur ekki lengur Nei, getur ekki lengur. en þarftu fórsta sem getur hlaupið upp á svið? Nei, ég meina, ég get ekki hlaupið upp á svið, sko. Nei. En, Hann getur verið fórst í Bandaríkjunum? já. Já. Nei, ég segi svona. Herðu, Ég ætla nú ekkert að fara að gefa Kamala, kosta hún mér er farið það. líka að fara Já, áfram. einmitt. Hún ætlar líka nú áfram. rættum við áður að það er svona viss vonbrigði með að henni hefur ekki tekist að byggja upp svona hún er ekki sterkur varafórseti hún er ekki vinsæl í Bandaríkjunum Einmitt. hún ætti að hafa og þegar það var að vera að kjósa hana þá var svolítið væntingar um það að Já, hún er í látin taka eitthvað svona meiri, já, hún var kona já, af innflytjenda ættum og hann var svo hrumur, virtist svo hrumur þarna í Já. baráttunni, sko, að það voru svona væntingar um að hún kannski bara væri svolítið mikið, hann myndið kalla svolítið til varamann. það hefur ekki verið Það hefur sko ekki verið. Þannig en það var er svona. Rúf sagði frá því að að 75% bandaríkjamanna myndu hvorki vilja kjósa Biden eða Trump nei. 70%. Ég verði alltaf verið með það þarf ekki að vera aldurstengt, ég held að þetta eigi til dæmis við forstakostingarnar í Frakklandi það voru langstæsti sem að vildi hvorki sko fá Macron eða Le Pen Einmitt. ég held þetta og það er oft sem að fólk verður að hafa í huga þegar það er að meta til þessi svo skoðanakannir úrslit kostinga yfirleitt er fólk að taka val um eitthvað sem það hefur ekki list á Einmitt. þetta er ekki þannig að allur þessi fjöldi vilji endilega kjósa hinn eða þennan sko. Þetta er bara að fólk sætti sig við að þetta sé illskásti kosturinn Illskásti kosturinn einmitt. Herðu, en hvað er eitthvað meira? Herðu, það er eitthvað já, bara svona Vilhjálmur Birgisson er ennþá eitthvað að Já, ég heyrði það bölsóttast út í Ég heyrði hann Sólvöngu tala í hátíðisfréttum Rúf Já, Ég meðast það bara ég sagði bara hvað er í gangi hérna? já hann var eitthvað að segja að það var ekki nýtt að fólk væri sett á aftökulista Nei, aftökulista, já, Já. mér finnst þetta ljótt svolítið, ég hef bara verið að viðkjanna það hann er að spila inn á ljótt að- hérna, komma-gríluna Já, ég hann að spila inn á komagrilluna og þannig Það er að ekkit þannig öðru það virðist vera að hann sé að tala inn í hóp Já. sem að lítur á róttæka verkefnisbarðutu Sólveig Önnu sem Já, svona á einhverja rauða ógn Já, og þá nota menn aftökulistar já, einmitt næst verður einhverjum líkt við Pol Pot Já, einmitt þetta er svona aðferð sem að hann gerir gott mót í einhverjum bakarbyggjum með þessu Já, það en hlýtur ég voru að hugsa ef þú ert formaður í starfsgrunnsambandinu þá missur þú náttúrulega sumiliti svona prívat tjáningaflelsi Já, því að bera að tala í nafni samtakana einmitt því að þú ert að halda þeim saman og ef að starfsgrunnsambandið klopnar á vakt Viljáms Birgissonar Já, já þá er það Viljámi Birgisson að kenna eða þannig Já, maður geti nú bara alveg sett það upp þannig, sko, en hann snýrið í á kól, sko já. þannig að Ég held að sé alls það sagt þannig að hérna, klopnar á þinni vakt þú getur haft eitthvað svona, já þetta var svo erfitt og eitthvað svona, já, já. en það er samt Nei, að það hann er snýr hann í upp þannig að fyrsta skilda formansins er að halda þessu einhvern veginn saman einmitt og að tala, þú kannast við það þegar menn hérna, ég held að það sé svo þegar Ragnar Þór var kosin formaður það var fyrsta sem hann segir að ég er hérna formaður þeirra sem kusum mig en líka formaður þeirra sem kusum mig ekki einmitt, þetta er það sem að menn gera alltaf sko. akkurat og þetta, þú missi þú fær nýtt hlutverk Já, já, þú ert ekki peksarinn út í hotni sem er að Nei, rífast einmitt heldur þarftu að halda þessu hóknum saman Já, já, einmitt en kannski er þetta bara ítlendin svona mikil í starfsgrunnsambandinu Já, já, ég held það Það eru allavega ílendi Já, Herru, ef að segja þetta gott segjum þetta gott Já, ég ætla að snúa mér að boðuðu mótmælum Ragnars Þórs. Hann líkir ástandinu svolítið saman við búsáttarbyltinguna og ég ætla að fá fólk úr búsáttarbyltingunni til að tala við mig um mótmæli eftir augnablik. Er rétt að greiða lágmarkslaun fyrir hámarksábyrgð? Til að manna mikilvægustu störfin þarf mannsæmandi laun. Efling stéttarfélag. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Þú getur átt samstöðina ásamt öðrum félögum í Alþýðufélaginu. Þú getur gengið í Alþýðufélagið á samstöðin.is
Þar hnappur sem segir skráning. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir alla þá sem vilja berjast fyrir réttlátu húsnæðiskerfi. Leigjendasamtökin.is Já, mér hefur verið komin aftur og við ætlum að ræða núna mótmæli og tilefnið það að Ragnar Þór Ingólfsson, formaður VR, hefur verið að boða til mótmæla, segist alltaf að fara að mótmæla sjálfur og sama hvort að fólk komi með sér, en svolítið viss á því að hann verið ekki alveg einn. Hann hefur skrifað þetta á Facebook og svo var hann í gær að lýsa ástæðum þess að hann vildi mótmæla og hvers vegna hann taldi það að vera nauðsynlegt, hvers vegna það þyrfti að vera fólk út á götunum til þess að stjórnvöld myndu bregðast við í takt við vilja almennings. En Ragnar hefur svolítið vísað í búsáhaldabyltinguna og mér fannst það að vera snjallt að fá hingað 3 leikundur úr búsáhaldabyltingunni. Árni Daniel Júlíusson, Hallfríður Þórarinsdóttir og Hjörtur Hjartarson. Velkomin. Takk. Herðu, er staðan í samfélaginu þannig að megi reikna með því að fólk farið út á götu og mótmæli aðgerðaleysi stjórnvalda gagnvart lífskjara kreppunni? Já, það kemur ekki á óvart sko, þó að það gerðist. Kannski
oft verið þörfin en núna brýn nauðsyn. Kannski verið sem sagt ákveðið svona mótmæla frí í COVID og það mátti ekki mótmæla og auk þess þá var sem sagt tekið á því þannig að það var séð að fólk hefði það þokkalegt einhvern veginn. Það var settir peningar í alls konar hluti sem að annars var ekki settir peningar í og en núna er það búið. Það er sá straumur er horfinn og nú sjáum við fallandi vísitölu í skoðanakönnunum hjá ríkisstjórninni sem er svona óskup svipað eins og hefur verið hjá hverri ríkisstjórn síðan 2009 hún tekur við og í einhverja mánuði þá eru kannski 3 mánuði þá hefur hún svona hveitibrauðsdaga sem 100 já og svo bara svo sígur þetta stöðugt niður þannig þangað til að hún er þrotið örendið og auk þess sem að alveg fram til 2016 allavega þá voru hörku og gríðarlega fjölmenn mótmæli á eins og Austurvelli og það var bara það var eitt valdaapparatið í samfélaginu og það er bara að gera að fara að virkja það aftur. Þú segir 2016, það er vorið þegar Panama-skjölin komið fram? 16. apríl 2016. Já. Er það svona tímabil búsáldabildingarnar sem svona fjölda mótmæli á Austurvelli því líkur þar, það kemur eiginlega hlé eftir það eða hvað? Já, ég var nú stóðnum fyrir þeim mótmælum meðal annara, ég og Sigurður Hellir og við vorum einmitt að pæla í nokkur dögum áður að hætta við vegna þess að þetta leit einhvern veginn þannig út að myndi enginn koma en þing átti að koma saman að aftur á mánuði og svo komu þessar fréttir einmitt af Panama-skjölunum þannig að það voru þarna 30.000 manns eða meir samkvæmt talningu. En varðandi það sem þú ætti að segja, byrjaður á með hvort það væri tíma á mótmæli, ég held að skipti rosalega miklu máli að það er alltaf urrandi gremja þarna undir yfirborðinu, en ef að launþegarhreyfingin tekur sér saman og það er þá í fyrsta skipti í mínu minni sem að hún ætlar að standa fyrir mótmælum. Það mun ekki gera ég held að Ragnar hafi ekki sem trúa því hann samfærður að koma einhverjir úr því en það verður hann alltaf ekki að fara að biðja ASI að koma mótmæla. Nei, en hvað fer? Hann ætlar bara að fara sjálfur. Hann ætlar bara að fara sjálfur? Já. Ok. Þannig að það er bara þannig að ég held að ég spurði hann að þessu og hann sagði ef að beininni kemur til ASI þá er það bara alltaf þunglamaleg stofnun og enda með því að vera svona lægsti samnefnari sem kemur og mótmæli Þannig það er ekki stofnanir að fara að mótmæla, það eru einstaklingar. Já, en hins vegar gæti það náttúrulega, hann hefur náttúrulega gífurlegt persónufylgi, Ragnar Þór, og margir sem hafa mikla trú á hann, þannig að það gæti að sjálfsögðu hreyft við fullt af fólki og það held ég að gæti skipt afskaplega miklu máli að þannig er hann fulltrúi alltént úr launþegarhreyfingunni og við munum það mæta vel frá bús og þarna rétt eftir hrun og allt það þarna 2008-2009 það heyrðist ekki hóstega stuna frá ASI. Ég man eftir Guðmundi hjá Rafiðnaðarsambandinu, Guðmundi Gunnarsinni og ég man eftir Ögmundi Jónasinni. Það voru menn sem þá var hann formaður BSIB, þeir létu í sér heyra en það kom ekki neitt frá ASI og það var mjög skrítið að að reyna ekki að styðja við bakið á fólkinu í landinu sem þá var bara, þetta voru ekki mótmæli einhverja rótgur á einu stofnana, þetta var bara almenningu sem að reis upp og þetta kringum Panama-skjölin og það var það bjóst enginn við eins og Hallfríður var að lýsa og maður veit ekkert hvað gerist og ég held að það sé slíkt ástand sé svona að koma og kannski komi að þú veist ekkert hvað getur gerst og það þarf eitthvað bara lítið til að almenningur bara rís upp og þetta er nánast eins og bara jarðskjálftafræði það er mjög erfitt að segja til þetta getur gerst allt í einu og ég
held að sá tími geti verið komin, en það er svona eins og jarðfræðingarnir segja, sko, það getur komið eftir 300 árum. Já, það er 300 árum. Það verður að mótmæli næstu 300 árum. En auðvitað í sambandi við verkalýðshreyfinguna þá þarf hún að fara að taka sér saman og hún getur ekki hort lengur á það að almenningur sé bara rændur arðinum af sinni megin auðlind, fiskveiðauðlindinni áratugum saman. Það kvótakerfi búið að standa í 40 ár og það eru 60.000 milljónir á hverju einasta ári sem að renna í vasa örfárra sem að síðan kaupa bara upp allt samfélagur og látt konu með það, tryggingafélög, fjármálastofnanir, oljufélög og það er bara fjölmiðla og náttúrulega stjórnmálaflokk og þetta er orðið skuggalegt ástand og það er ekki auðvelt að losa þetta tak því að þetta er svo miklir hagsmunir að það verður erfitt að slíta það úr skoltinum á þeim sem að halda þeim og það gerist ekki nema með því að almenningur gerir það en verkalýðshreyfingin samtök almennings, almannasamtök og öllu tæði þurfa að koma á eftir og standa sína plikt líka sko. Hérna í Panamaskjörunum, í stórum mótmælunum og náttúrulega í búsáttarbyltingunni að þá gerist það að hvernig getur orðað stjórnvöld missa lögmæti sitt, það verður svona áfall. Það voru stór mótmæli ári áður en að Panamaskjölum voru, það þegar það var dregið tilbaka aðildarumsóknin af Evrópusambandinu sem að sló fólk svona sérkennilega án tillit til þess hvort að fólk var sko fylgjandi aðeins Evrópusambandinu eða ekki. Þá þarna á milli eiginlega ris píratana, ég veit ekki hvort þið munið það í skoðanakönnunum, þar sem sló upp í 36%. Ég held að við höfum tekið þátt í þessu mótmæli líka við Hallfríð og það krafan var svo að þeir haldið þjóðaratkvæðagreiðslu slit viðræðum. Já, það stjórnvöld geti ekki svona tekið fram fyrir þjóðina eitthvað því að allir lofaði að berja þetta undir þjóðaratkvæði. En það er náttúrulega endurtekið að það, sko, lýðræðishallinn er svo mikill en það er ekki tekið mark á þjóðaratkvæðagreiðslu samanber stjórnarskrámáli og þarna, þetta er annað dæmi sko íhlutun yfirvalda sem er alveg með ólíkindum. Bara með hreinustu ólíkindum í lýðræðisríki að þetta skuli viðgangast og menn komast upp með þetta og fólk bara einhvern veginn horfir bara í hina áttina, já, þetta er bara svona hérna. Þú veist, það er einhvern veginn ekkert við að það gerir fólk það er nú Íslendingar svolítið duglegir við að mótmæla. Ég bendi stundum fólki á að almenningur hefur farið út á götu og hvað fellt 3 ríkisstjórnir. Það er þannig og nokkra ráðherra eftir hrun. En við fáum alltaf sömu ríkisstjórnir aftur. Já, það er eitt af því með svona bara eitt af því sem að Ragnar sagði sátu búsáldabyltinguna að kröfunar hefðu verið rangar, það er þetta leiðrétta það krafan í búsáldabyltinguna var ríkisstjórnin burt og hún fór í burtu en fengur bara nákvæmlega sama og raunverulega séu staðan á stjórnmálum í dag kannski bara verri en hún var strax eftir hrun. Sko, Stefán Ólafsson hann greinir þetta í bók sem heitir Baráttan bjarginnar og hann bendir á sem sagt, í fyrsta lagi hann bendir hann á þetta rán sem að fer á stað eftir 1991 og herðir á því 1994 þegar sjálfstæði og Framsókn fara í stjórn 1905 fyrirgefðu og þá er bankarnir einkavæddir 2003 er það gengið frá því strax 1991 þá er lokað Sankti Jósefsspítala í Hafnarfirði og Landakoti og svona þessi Sighvatur vinnur okkar Gjaldtaka-hafin í heilbrigðiskerfinu og kostnaðarvitund sjúklinga. Já, og svo er félagslega íbúðakerfinu lokað og þetta gerist allt saman á sama tíma og síðan tekur útgerðarauðvaldið yfir miðin eða þessar fáu fjölskyldur taka miðin til sín og þetta þegar maður skoða töluna hjá hann þá sér maður það að hrunið í heilbrigðiskerfinu sniðuskurinn í heilbrigðiskerfinu hann er ekki í hruninu, hann er á undan hann byrjar áður, það er 2003 þá er skorið niður afgerandi í heilbrigðiskerfinu og
Og síðan, sem sagt, það... Og enn frekar í rauninu, svo að það því sé aldrei til haga. Já, en reyndar, sem sagt, þá það þannig að þegar hrunið afstaðið og eða ekki afstaðið, þegar viðbröðin komið frá almenningi, sem fór út á göndar, feldi ríkisstjórnina, þá kemur til valdaðar stjórn sem að sögn Stefáns skilar almenningi aftur stórum hluta því sem að hefur búið að ræna. Það stjórn Samfylkingar og Vinstri grænna. Og þetta tilfellið, en það má spyrja sko, það ríkisstjórnin sem að gera það eða það ríkisstjórnin sem að svara kröfum götunar sko. Og hérna sko Stefán segir að verkalýsflokkarnir séu veikari hér á landi heldur en erlendis, en hann segir líka að verkalýshreyfingin hún sé jafn, hún hafi að stórum hluta komið í staðinn fyrir allavega semst fram yfir 1990 skulle ég segja sko. Og vilja merkja, hann segir líka að nú sé og sjáast þess merki að verkalýðshreyfingin sé að vakna til lífsins og það eru 2 armar í verkalýðshreyfingunni. Annar armurinn að vakna til lífsins og hinn döður. Hinn sko mjög ákveðin að vera steindöður áfram. Já, það er kannski, ég veit, hann segir hann ekki að ríkisstjórnin eftir hrun hafi skilað öllu tilbaka. Það hún leiðrétti sumt af því sem hafi verið lækkaðir skattar, hækkaði fjármagnstekjuskattinn úr 10% í 20%, en hann hafði náttúrulega verið sko skatlaður eins og launatekjur áður. Hann fór með fyrirtækjaskattinn úr 15% eða 12 eða 15% upp í 20%. Hann hafði náttúrulega verið miklu hærri áður. Nú endurreisti ekki eignaskattinn, settir þetta auðlegðarskatt tímabundið. Þannig að má deila það hvort hann hafi sko skilað í öllum ávægningum tilbaka. Ég held að meins að Stefán hafði ekki. En síðan sko komaði ríkisstjórnar eftir 2013 og þá fer að halla undanfætti. Eins og þú segir það, sko, stjórnmálaflokkarnir mistu lögmæti í hruninu og þegar þá opnuðust eyrun á þeim, sko. Þeir þessum að þið voru að telja upp þá afnámiðu líka eftirlauna forréttindi sem að höfðu sett þarna í desember 2003, sko, alveg ótrúlega sjálftaka og stórtæk. En þetta var af því að stjórnmálastéttin óttaðist almenning. Hún var bara hrædd. En hún var furðu fljót að jafna sig. Það sett af stað þarna stjórnarskrárferli, ótrúlega magnað lýðræðislegt ferli og tillögur að nýrri stjórnarskrá eru afhentar Alþingi. Þetta var að beiðni Alþingi sem sagt. Og þessar tillögur eru síðan settar í þjóðaratkvæðagreiðslu, lagðar fyrir kjósendur og spurt hvort að þeir vilji að þessar tillögur verði grundvöldin nýra stjórnarskrár og 67% kjósenda segja já, við viljum það. Síðan fer þetta fyrir Alþingi aftur, en þá eru menn fannir að jafna sig á, þetta er eins og bara með hérna, þann sem að dettur í það á fimmtudegi eða föstudegi, sko, á sunnudegi ætlar hann aldrei að gera þetta aftur, en svo gefur miðvikudagur og það var svona resari en síðan búin að vera helgi bara og fyllir í. Já, en þau þurftu samt að ganga það langt og það er mjög merkilegt og það er sko það er nýtt í sögu lýðveldisins að hérna úrslit kosninga eru ekki virt og það sem hangið þar á spýtunni eru þessi gríðarlegir hagsmunir í sambandi við fiskveiðiauðlindina. Hvað hérna var þetta sem að Ragnar segir að kröfur búsáttarbyltingarnar hafi raunverulega verið rangar. Það er ekki nóg að krefjast þess að skipta ríkisstjórn, þú fær bara nýja sem ekki er nákvæmlega sama. Hvað segir þetta? Ég er ekki alveg saman að þessu sko. Nei, ég er ekki alveg saman að vegna þess að ég held að það hafi töluverður árangur nást og gríðarlegur árangur með því að hér varð til ný stjórnarskrá. Það er ekki, hún er ekki hún er ekki gild, en það sá áfangi náðist. Það sé til frumvarp stjórnlagaráðs. Nei, það er til samþykktar tillögur sem voru lagðar fyrir þjóðina sem að kjósendur samþykktu. Það er ekki stjórnarskrá. Nei, en það er ekki tillögur stjórnlagaráð. Stjórnlagaráð kemur þessu máli ekkert við lengur. Sko, það má segja sko það náðist fram að það var skipt stjórn og við getum séð líka þegar við horfum á söguna og lítum til annar landa þar hefur verið
skiptum stjórn með miklu róttakara heldur en þar var gert. En nú ástandið orðið það sama aftur. Ég bara bæði á Rússland, sko, að þar var gert bylting og skiptum allt og en núna síðan mistu byltingan menn völdin einhvern tímann mjög með fullkomlega ofnbelum hætti árið 1991 og formlega þannig að þarna á milli er náttúrulega mjög vítt svið, sko, en það sagt, til þess að sko, festa breytingar í sessi, sko, það má kannski segja að þessi tvær helstu svona reynslan á 20. öldinni er, sko, annars vegar að þú gerir byltingu eins og í Rússland og Kína og skiptir algjörlega kerfi og setur upp, sko, einsflokkskerfi. Síðan er sko kýnsíska velferðarkerfið sem var módelið sem var sett á stofn á Vesturlöndum og sem að Stefán Ólafsson fjallar mjög mikið það er mjög athyglisvert að hann fjallar ekkert sko þeir er náttúrulega hann er að vinna með Piketty, Thomas Piketty og þeir, hvorur þeirra fjalla neitt Sovétríkin og ekki heldur kvenréttindahreyfinguna. Þetta er svolítið athyglisvert en það bara, maður sér bara, þeir bara velja það, þeir eru ekki að fjalla þetta, þeir eru bara að fjalla velferðarkerfið, þar sem næst fram í gegnum, og vel að merkja bæði lýðræðisvæðingin og velferðarkerfið næst fram í gegnum baróttu. Svona baróttu fólk sem eins og var í búsáhaldabyltingunni. Alveg nákvæmlega sama tegunda baróttu. Fólk fyrir út á götu, gerir verð. Það sem ég held að búsáhaldabyltingin hafi sko skilað með sko stjórnarskrámáli og allt það, en það sem kannski er það bara mín svona þrönga sína á þetta, en ég held að hún hafi vakið ofsalega marga til vitundar það að það skipti máli að láta sig hlutina varða. Það var einhvern veginn ekki hefð fyrir því að fara hér, hafi allavega ekki verið í fjöldamörg ár sem fólk fór út á götur til að mótmæla með sama hætti og gert var í búsáhaldabyltingunni, og það held ég hafi gefið fólki ákveðna svona trú á að það er hægt. Við getum beitt þrýstingi, við getum fellt slæma stjórnendur eða ríkisstjórn ef okkur býður svo við að horfa, en það sem gerðist kannski og Ragnar er að tala það er alltaf, kerfið hefur ekkert breyst og það er það sem það er eitthvað rótið þar. Að við fáum alltaf sama grautin í sömu skálinni, það er alveg sama hvað við kjósum, það er alltaf sömu aðilarnir sem ráða öllu. Það er bara þannig. Ég meina að horfa á þessa ríkisstjórn núna, það kemst ekki nýfsblaðið á milli Vinstri grænna og Sjálfstæðisflokksins, ég sé enga mun á þessum tveimur flokkum, akkúrat engan. Og Framsókn er þetta bara með af því þeir fá alla góða dílana og geta ráði vinn og vandamenn í stofnanir ríkisins eins og þau gera og sett á sem forstöðumenn sem að draga svo til sín vinkonur úr saumaklúbbi eða bridgeklúbbi eða hvað nú er. Þannig að þetta eru svona stjórnarhættir sem að hafa verið við lífi og einhvern veginn viðgengist. Og það er það sem er svo rótið. Það að mínumati þá, ég er náttúrulega upptekin af stjórnarskrá, þá gerist þetta í skjóli úr alltaf stjórnarskrá. Almenningur hefur engin ráð til þess að ná fram vilja sínum. Við getum bara litið á dæmi með kvótækjur og ekkur eru hér 90% þjóðurinn á móti þessu kerfi. Þeir vilja hækka veiðigjöldin. Þetta stendur þessi barndegu staði í bráðum 4 áratugi og þetta næst ekki fram. Sama er með kosningakerfið sem er mjög ólýðræðislegt. Ábúslega. Almenningur er búin að vera að krefast breytingar, mörg frumvörpum auki persónukjör komið fram og vera að auka sem sagt eflavald kjósenda í kosningum og milli kosninga, en ekkert að þessu nær fram að ganga. Þess vegna heldur auðvaldi hér og gamla kerfislið dauðahaldi í þessa stjórnarskrá. Og árangur búsáhaldabyltingarnir er miklu meiri heldur en er viðurkennt. Og það er þessi nýja stjórnarskrá sem að almenningur á. Þetta er stjórnarskrá stjórnarskrá fólksins. En hún er ekki í gildi. Nei, hún er ekki í gildi. Hversu margir af þeim sem að vilja nýja stjórnarskrá telur að upplifi að þeir hafi sigrað baráttuna? Ég held að þeir séu of fáir, sko. En hvers vegna er hún ekki í gildi? Ég skal segja þér það er vegna þess að úrslit kosninga er ekki virt lengur á Íslandi. Það er eina ástæðan fyrir því. Búsáhaldabyltingin og hvað erum við þá stödd? Ég er alveg sammála Hallfríði að hún hafði mjög mikil áhrif og þú nefnir stjórnarskrána
og það, ég má nefna rannsóknarskýrsluna. Ég vil kannski taka fram að Ragnar bendi nú á sjálfa sig og Sólveig Önn og fleira sem svona afkvæmi búsaldabildingu. Hann er ekki að segja sig áhrifalaus. Hann er að segja kröfurnar sem voru gerðar hafi verið rangar vegna þess að þær dugðu ekki til. Þær voru alltaf bara í núinu, það var seðlabankastjórinn burt og það var ríkisstjórnin burt. Seðlabankastjórinn og hvað var það fyrir? Stjórn fjármálaeftirlitsins. Já, stjórn fjármálaeftirlitsins. Þetta var það sem að Hörður setti fram á Austurvelli. Já, hausti. En svo voru kröfur, sko, bara fyrsta krafa, fyrsta mál á stefnuskrá borgarhreyfingarna var ný stjórnarskrá. Já. En sem sagt síðan sko til hliðar þetta þegar talaður sko kvótakerfi ónæma það er 90% og svo framvegis og það er sama gildir heilbrigðiskerfi, það er gríðarlegur stuðningur við að efla sölu á bönkum við getum bara haft á veggjöld og nú er komin nýtt það getur ekki alla stefnur ríkisstjórnarinnar og almenningur á mótinni svo núna er komin nýtt mál og það er sko við erum að leita helvítis með hraðlest í umhverfismálum og það er vaxandi vitund það hjá öllum og það er að koma kvikmynd sem heitir sem er terrorista sem er að eyðileggja olíuleiðslur Pipeline ég sá hann daginn Já, og það er Andreas Malm sem skrifaði bók sem að Guðmundur gera eftir. Andreas Malm er sænskur umhverfis fræðimaður sem að er í góðum hópi og þeir fræðimenn eru sem sagt í svona ákveðin fylgingabróti þessar miklu hreyfingar sem að að vaksa og þeir eru með marxismann vil að merkja, það er mjög athyglisvert. Marxismin, hann var ekki sko talin eitt sérlega umhverfisvænt en þeir hafa bara reynilega grafið upp aðra hlið á Mars sem að finna í dagbókum hans frá því eftir 1850 og þegar hann sem sagt var ekosósíalisti þannig að þarna og þetta verður æbrýtna bara með hverju árinu og En ég að spyrja hvort að fólk fara út á götu. Við sjáum þetta í öðru löndum. Það eru mótmæli í Bretlandi, í Frakklandi, það er mikið af verkvöllum í Þýskalandi, það eru verkvöll í Nóri sem að menn ekki sé lengi. Það eru deilur í Chile og Ísrael. Mótmælin í Evrópu eru svolítið knúin áfram af lífskjarakreppunni. Fólk finnur það bara að það á ekki fyrir orkureikningum. Dæmum í Bretlandi að fólk að flýta út í bílana sína og það er alls konar ótrúlega sögur sem í gangi. Er þessi staða hér? Mun fólk fara út á götu vegna að eitt að vera með svona ideológíu með nýja stjórnarskrá við vitum það þetta getur, þú fengi ákveðin hóp til þess að gera það, en það er ekki allur almenningur sem er út á götun eða mann upplifi að það sé ógn við sína lífsakomu eða þá að stjórnvöld hafi tótali gengið fram að þeim í bara valdaráns eins og Macron mótmælinir á sumurleiti er ekki bara ideológiskum hverja eftirlaunaaldur á að vera, þetta er bara ógeð á framkomu Macron mótmælir ekki og er ekki til neitt slag við stjórnvöld nema það sverfi af því. Já, en nema það komi verulega illa við budduna. Það er það sem ég held að það gæti alveg verið. Ég meina það er bullandi verðbólga og það er þessi verðtröðu lán sem er að losna núna og það getur sko þau fara upp í fleiri 100.000 afborganir á mánuði og fólk, ég sé ekki hvað fólk á að hafa efni á því að geta borgað af slíkum lánum og það er alltaf bara verið að ræna fólk hábjartan daginn í þessu lánakerfi sem við búum við og við erum einhvern veginn, þetta sko átthagafjötrar samtímans, þetta fyrirkomulega alveg skelfilegt og ég vil taka undir það sem Hjörtur sagði áðan, ég reyna að muna hvað hann heitir bandarískur aktivisti og fræðimaður sem að ég man ekki nafna á hann lengur en hann var blaðamaður hjá Pulitzer Prize hafi og blaðamaður hjá New York Times á stríðssvæðum í áratugi og hann hafði farið við og hann sagði einmitt það sem Hjörtur var að segja það er engin leið að segja hvaða dropi það er sem fyllir mælinn eða hvaða elspýta það er sem kveikir báli eða er svona ólga undir, hann var í Tékkó, hann var í Miðausturlöndum, hann var í Mið-Ameríku, hann var allar trissur og hann sagði, það var ekki nokkur einasta leið að tímasetja, það er bara eitthvað minnsta, eitthvað lítið fjölegt atriði sem getur
hleypt öll í bál og brand og það er náttúrulega ef að ólgan er nógu mikil undir að þá gæti það alveg örugglega gerst hérna líka. Ég gleymi aldrei ekki ég sé endilega óska þess myndum af Ceausescu sko þarna á svölunum í höllinni sko. Og múurinn hann fyrir neðan sem var komin til að fagna með honum einhverju sem ég man ekki hvað var og svo allt í hennu bara snýst til einhvern veginn andrúmslofti við sko. Hann heldur að þau séu að fagna sér en þá breytist bara tónnin sko, og svo náttúrulega fer hann í þyrlu af þakkinu og hérna þau munið eftir leikin sko, svo verður þyrlan bensínlaus út af einhverju engi og þau eru dregin hann í einhver sýndarréttar skotina svo hundar en þetta var svona maður sem sagt réði öllu og svo allt í einu er það bara búið. Já, við vorum akkurat með eitt svoleiðis mann í hruninu Davíð Oddsson sem var á okkur stalli hjá mörgum og bara stjórnaði með ótta og hann var bara eins og diktator því hann hefur alla tendensa til þess og ég gleymi ekki, heyrði í hausti þarna að hann ætti Seðlabankann eins og grenjandi ljón og fólk var skítrætt við hann og ég segi við mannskjörn sem segir mér og hvað? Já, bara allir rosalega rættir. Já, er það? Og gerir engin neitt segir engin stopp og segir nú komið nóg, nú hættir þú innur, þú fer bara út nei en hann fjallaði þessum stalli og ég held að það sé ágætist dæmi eða fyrirmynd menn þeir geta dottið á stallinu jáfnvel þó er séu mjög valda miklir eins og Davíð Oddsson í okkar samhengi var en byrju, þegar Ásgeir seðlabankastjóri kemur og tilkynir vaxtahækkanir þá talar hann okkur svona þá sem ég er einn í þessu stríði lætur eins og hann sé ykkur svakalega stalli sko og hérna segir verkalýðshreyfingi verður bara að halda kjafti og ríkisstjórnin verður að gera eitthvað meira þeir skiljið mig einan eftir, ég er eina vörn íslensku þjóðarinnar gegn verðbólgunni það tala bara eins og það en ég held að menn hafi bara ekki njóta ekki þessar virðingar óttablöndnu virðingar eins og þeir gerðu á og það er kannski eitt af því sem að búsáhaldabyltingi skila okkur að þeir sko fólk er ekki, það lítur ekki í gras sko fyrir þessu stjórnvöldum. Samt að ég að fá aðeins andmála. Ég horf á fréttir af þessum vaxtahækkunum. Það var alltaf látið eins og hann sé að bregðast við til þess að slökka á verðbólgunni. Þó svo að hafa ekkert gerst. Hann alltaf hækka vexti, verðbólgan heldur bara áfram upp. Það er ekki fjallað það þannig. Enn einu svona hækkar hann vexti á þess að neitt gerist. Það er ekki fjallað þannig. Það er engar efasemdir að þetta sé bara eina sem að Seðlabanki getur gert. Það er hækka vexti til þess að eyðileggja kaupmáttinn hjá fátækustu fólkinu sem er að kaupa sér húsnæði. Það er engin úttekt að þessu. Við verðum að gera það til þess að vinna verðbólgunni. Það er aðeins enginn þetta. Bitlausir eins og Ríkisútvarpið er bara fullkomlega bitlaus fjölmiðl fyrirgjöðu. Sko þessi fjölmiðlar eru bara áróðstæki og mjög öflug áróðstæki og stýra stemningunni í samfélaginu. En samt eru við komin með hérna stöð eins og þessa, samstöðina sem að er sko árangur af búsáhaldabyltingunni í raun og veru. Er ekki hægt að segja að það sé lítið jaðar fyrirbrigði. En engar síður og það vantar þessa gagnrýnisrödd og það er það sem er svo hættulegt þegar fólk einhvern veginn, það bara dofnar af því það er einhvern veginn ekki sko þessi fréttaflutningur, hann er svo opbúslega fyrirsegjanlegur, oftar en ekki það er svona ein góð inn á milli en svona gegnum sneitt er afskaplega lítið aðhald að stjórnvöldum og litlu verið að sko fletta ofan af eða sína okkur í raun og veru, við vitum alltaf að grassera spillingi hérna en hún er einhvern veginn, það er heimildin og stundin og kjarnin forverar heimildarinnar sem eru svona að reyna eitthvað að vera svo gagnrýnisrödd en af sko sjónvarsstöð, það er nú dáin hann einn þessi Hringbraut sem var náttúrulega bara málpípa kapitalistana þannig að séð og aldrei með neitt gagnrýna frétt. Kveikur var með þátt sem að dró athyglinna ömurlegu ástandi á húsnæðismarkaði. Það er svolítið langt sem að við komum svolítið frá Kveik. Og það var líka með umfjöllunum þessu frægu umfjöllunum Samherja sem að þá ertu komið sko 3 ára, það eru 3 ára á milli sko. Þannig er ekki eins og Kveikur komið bara vikulega með eitthvað. Nei, ekki eins og uppdrag granskning í Svíþjóð í sænska sjónvarpinu eitthvað svoleiðis sem er miklu meira svona. Herðu, eitt sem að Ragnar segir
Hann segir að stjórnvöld taki ekki tilliti til almennings, svona almennings getur staðalt af sér. Nema almenningur sé bara út á götunni og stjórnvöld séu eins og þið orðuð að bara hrædd við almenning. Já. Er það hannig? Ef að almenningur er ekki út á götum gargandi, að þá munur stjórnvöld bara þjóna sinni elítu. Já, það er ju reynslan, sko. Almenningur á ekki ráð, önnur. Sem sagt, frá 2009 þá hefur þetta verið svona. Ef almenningur fer út á götuna, þá breytist eitthvað. Ef ekki, þá það sem að er módelið sem að kom upp eftir 2013, eftir að Jóhanna fór frá völdum, þá semst fór sjálfstæðisflokkurinn að setja fyrir framan sig sko svona einhverja fronta. Fyrst var það Sigmundur Davíð, svo var það reynduði sjálfur að vera í stjórn með Bjartri framtíð og Viðreisn og það gekk nú ekki vel. Og svo kom Katrín og félst á að fronta þessi völd. Og þetta er óstabilt, það er engin sátt þetta fyrirkomulagi í samfélaginu. Þetta fer alltaf út þúfur á endanum og þetta er eldfimt ástand. Það getur hvenær sem er sko sprungið í loftubið. Það vantar sko pólitískan valkost. Hann var ekkert í hruninu sko. Nei, sko, en sem sagt valkosturinn var í rauninni, valkosturinn kom fram eftir kosningarnar í apríl 2009 og það var Samfylkingin og Vinstri grænir og sá valkostur hann sem sagt bara gekk ekki upp. Ja, það er eiginlega engin ríkisstjórn mist fylgið sitt í að trakta svo. Nei, en þetta var samt hrein vinststjórn. Það lágir að Samfylkingin og allt sem í henni myndu bara þurkast út sem stjórnmálafl eftir þetta. Svo hafa komið sko upp flokkar, Píratar, það hafa komið Sósíalistaflokkurinn sem er ekki inn á þingi og þessi tveir eru róttækir og síðan er sko Samfylkingin auðvitað og Vinstri grænir og flokkar komið Viðreisn og fram til kosningana 2016 þá hefðu Píratar verið með sko milli 30-40% fylgi í held ég bara 1,5 ár í skoðanakönnunum. En af einhverjum ástæðum fer engin stjórnmálamaður og ákveður það að gera eins og Framsóknarflokkurinn gerði 1971 eftir sko 10 ára stöðnun. Núna erum við búin að hafa 10 ára stöðnun sko. Og nú þurfti einhver að stiga fram sér skjöldu og við skulum hafa umbótastjórn einu sinni og það er alveg hægt. En þarf ekki að breyta grundvallarkerfinu? Það er einhvern veginn, það er ennþá þetta er rosalega atkvæða ójafnvægi, atkvæða út á landi er 2 sinnum þyngra, vegur 2 sinnum meira heldur en atkvæða á höfuðborgarsvæðinu. Það er ekki alveg þannig sko. Það er ekki meira atkvæða ójafnvægi milli byggð á Íslandi heldur en þetta í Noregi. Er það ekki? Nei. Milli kjósendana sjálfra það er mjög mikið það er jafnt vægi á milli flokkana það var miklu meira hér á áður en það er samt þannig að það er hvergi minna á Norðurlöndum val kjósenda hér þú getur bara sett litla exit hérna. Það er það sem að sker íslenska kosningakerfi frá öðrum löndum er að allstaðar í okkar nágrenni væri Sósíalistaflokkurinn á þingi. Það er aldrei hvergi svona hár þröskuldur eins og hér. Sósíalistaflokkurinn er í borgarstjórn. Þar er borgarstjórnin stendur mér veist þessi Samfylkingin ekki standa sér vel í borgarstjórninni eins og sko. Það er eitt lítið traust á borgarstjórn og lítið traust á Alþingi og það er eiginlega engin íþjóðlega stjórnmála, það er eiginlega miklu minna traust almennings á lýðræðiskerfin okkar heldur en í nágrannlöndum okkar. Það er bara rótgróið vantraust hérna á stjórnmálalandsins og þessi viðleitnið sem núna stendur yfir með því að Katrín gengur til liðs við Sjálfstæðisflokkinn á 2017. Það er bara verið að verja þetta gamla kerfi. En það er samt í lamasess og þau eru alveg lömuð stjórnvöld líka með sér þetta í húsnæðismálum, málefnum leigjenda, í efnahagsmálum, verðbólgunni. Þetta er fólk sem er bara lamað. Það var talað einhverja lömunaveiki hérna í aðdraganda hrunsins. Hún er alveg grassirandi núna. Þetta fólk er ráðalaust. Þetta er eins og sko 1968 það síldin hvarf. En þar þá ekki... Það er algjört ráðaleysi
og bara stefnuleysi. Það líka svo erfitt að stjórna og taka einhverja forystu þannig sem þú finnur bara andúðina og vantraustið. Þú veist, þú færð ekkert sjálfstraust. Já, frá almenningi. En þess vegna frá umbjóðenduðina. Þess vegna þarf almenningur að taka sem sagt nánast völdin í sínar hendur og ég sé það einhvern veginn fyrir mér að ef að það væri hægt að sameina sko launþegarhreyfinguna, ég vil ekki undir nafni ASI eða einhvers eins stéttafélags heldur bara meira og minna launþegar í landinu. Þeir geta alveg, og það er, hvað eru, 120.000 manns hér í... Það meina almenningur eða meinar... Já, ég meina... Og önnur samtök almennings líka. Já, bara önnur samtök líka. Já, það er ekkert fyrirbrigði tvístraðra í dag heldur verkefnisreikina. Ég veit það því mér. Sko, ef við ætlum að finna módel fyrir svona stjórn, þá verðum við að líta til Rómönsku Ameríku. Þar eru við með vinstristjórnir og þeir hafa alla fjölmiðlum út sér en þeir hafa það mikið stuðning í meðal almennings að þeir þurfa ekki að hlusta á þessa fjölmiðla og þangað getum við alveg litið. Kannski erum við að komast þangað, heldur það? Ég veit ekki. Er það í þetta að vísa þá í fylgisaukningu samfylkingarna í skoðankunum? Nei, ég er ekki að gera það. Er þú kannski að gera það? Samfylkingin hækkaði í skoðanakönnunum þegar hún hætti að leggja áherslu á stjórnarskrármálið? Var það ástæðan fyrir? Nei, ég segi ástæðan. Ég veit alveg hver ástæðan er. Ástæðan er svo að formaður þeirra var í öllum fjölmiðlum í nokkra vikur. Og hún kom fram og sagði ég tek Ingibjörgu Sólrúnu mér til fyrirmyndar. Ég ætla að hætta að hugsa Evrópumálin eða leggja áherslu á Evrópumálin og nýju stjórnarskrárna sem þau hafa reyndar aldrei lagt neina áherslu á, aldrei barist fyrir. Og svo fór hún landið og hélt einhverja fundi sem er náttúrulega mjög virðingavert. Hún fór landið og bauð fólki til funda við sig og hlustaði á fólk og þau viti hvernig það er á svona fundi, það mæta 10 manns og hún sagði, það sló mig svolítið, hún tók sérstaklega fram og tönlaði svolítið að því að stjórnarskrána hefði ekki borið á góma. Það er auðvitað því að hún flytur framsöguræðu eitthvað og nefnir ekki stjórnarskrána. Svo fór ég á síðasta fundin í Iðnó sem hún hélt. Það var loka fundur þessarar fundarhinnunar. Það sem hún kom og melti fram það sem hún kom og orðið var ekki laust bara samstundis kom einhverju félagur úr samfélaginu sem ég kannaðist ekkert við og rættu ekkert nema stjórnarskrána og skoruð á hana. En hún líti ekki þeim ástæðum? Ég veit hún ítrekkaði þess afstöður umverulega í, hvað hefur kallað setningaræðu sinni þegar hún var kosið formaður? Já, nei, þetta var líklega var þetta áður en það var. Já, hún gerði það sennilega, já. Eða svona ítti undir þetta, en hún verður náttúrulega mynd á þetta og ég veit alveg að það eru félagar í samfélaginu sem ég kannast við að þeir munu ekki sætta sig við þetta, sko. Af hverju gerum þetta? Þú varst að vísa í eitthvað svona kröfum umbótastjórn. Hvar heyrur þú þá kröfu? Já, ég finnst það hljóta að vera eðlilegt ef fólk er að tala um óánægju og við sjáum það. Við sjáum allstaðar þessa forystu kreppu í samfélaginu. Það er sko gríðarleg kreppa í húsnæðismálum og það er engin forysta tekin. Og það er þörf á að komi til starra forysta sem að tekur heilbrigðismálum, íbúðamálum en almenn, sko ég er að reyna að hugsa sko maður þarf að hugsa í lausnum og þú ert að tala um að verkfallshreyfingin sé marga klofin vissulega, en er ekki mögulegt þrátt fyrir það að virka einhver öfl þá innan verkfallshreyfingarinnar eða þessar frjálsu félagasamtaka eins og sem eru reyndar allt og veikburða eins og þú er bent á eins og neytendasamtökin, það er partur af því að skerða. Þau eru að hressast aðeins neytendasamtökin, neytendasamtökin að hressast, margir hressast. Já, margir hressast, en það sem vantar að sjálfsögðu er að yfirvöld í landinu sýni þessum hreyfingu þá virðingu sem að þeim ber. Nei, alveg, ég er að segja það og það er partur af lýðræðisvæðingunni að efla slík félög og það er partur af því að þeir vilja hreinlega ekki. Ég skilði það þannig að yfirvöld þeim er ekkert sérstaklega vel við að hafa sterk neytendasamtök eða vel við að hafa sterk leyendasamtök. Það er engin áhugi fyrir sko grasróta lýðræði. Íslensk stjórnmál er einhverju djúpstæðri kreppu
Evrópu þau lifa bara frá einu hneykslismálinu til annars sko, klóra sig áfram sko, og svo þegar kemur að kostningum, ef það verður ekki bara hreinlega eitthvað svona hrun, að þá afgreiða kostningarnar á 2 vikum og þau kunna það aðstoð ykkur auglýsingarstofu endurnýja völd sín, þú veist, og þau kunna það allt saman og kaupa sér aðgangum með að völdum aftur og kunna til verka í sambandi við það. Eitt vandamáli er það að okkar fyrirmyndir á Norrlöndunum, þær hafa svolítið látið á sjá. Það er konu skuggar þar. Já, ég nefndi inn á Rómönsku Ameríku, þær eru raunverulega fyrirmyndir núna til reiðu, en að bara samfélagið er mjög. Rómönska Ameríka er langt í burtu og það er öðruvísi samfélag og allt annað saga. Já, en á Norrlöndunum þá er búin að vera þessar hægri hreyfingar sem að hafa stöðugt verið að styrkja sig og það má segja að kannski íslenska kerfum til hrósa það viðurkenndar, að við erum laus við það. Það er alltaf bara infiltrerað í alla flokka, Árni minn. Þess vegna er það, þú veist, það er bara þjóðernissinnar allstaðar í öllum flokkum, Framsóknarflokkurinn, Vinstri grænir, Framsóknarflokkur á sterum, undirliggjandi rosaleg þjóðernishyggja. Hlustið á þinginu þegar Jón Gunnarsson og Sigmundur Davíð fara í hanaslag hver er með meiri útlendingandúð. Já, nákvæmlega. Þannig að þetta er bara þvert yfir alla flokkana og það er því miður er það þannig. Já, kannski er þetta vegna þess að Sjálfstæðisflokkurinn er með þetta. Já, ég meina, og þetta, ég ætla að segja það sem að segja með Samfylkinguna, með fullir virðingu fyrir nýjum formanni, að þá heyrist mér á þessum aðgerðum hennar eða því að sko hún er að slíta sig frá þessum stóru málum, þessu Evrópumálinu og stjórnarskrármálinu, og þá segja, ég skila þannig, hún er bara að halla sig meira í átt að valdinu, ríkjandi valdinu. Nei, ég mynd það ásækjart sko. Það sem hún segir, því ég fari líka svona land og ég tala við fólk um pólitík og passa með því að þegja og þannig að ég heyri hvað það fyrir. Og þegar ég fer landið og tala við nýlegt fólk pólitík, þá leggur það áherslu á húsnæðismál, heilbrigðismál og bara framfærslu. Ég vil bara hafa tækifæri fyrir mig og fjölskyldu mína til þess að eiga sómasamlegt líf. Og ég óttast heilsuveika barnsins míns og ég sé foreldra mína sem eldast að þau eru ekki náðu kerfi. Fólk er ekki að ræða við mig stjórnarskrána því miður. Ég veit það. Og ekki með Evrópusambandi, ekki einhver svona ídealískar breytingar, það er það ekki. Fólk er bara nóg með sig. Og það segir, og það sem er svo sérstakt þegar maður tala við fólk, að þá verður maður svo varfið það að ég myndi segja 80% af fólki sem er að hugsa svona upplifir sig djúp svikið af stjórnmálum sem alltaf koma annars lagið og lofa einhverju og svíkjað aldrei, svo horfum ég að fylgjast með því hvað er að tala um á þingi og það er verið að tala bara eitthvað kjaftaði og bullshit sem að kemur mér og minni fjölskyldu bara ekkert við. Ég held að sko mér fannst Kristrún vera endurspegla svona upplifun. Já, mér finnst Kristrún vera svona að koma ærlega fram. Ég held hún sé ekki að segja í raunin að við ætlum að gleyma stjórnarskránni og þessu, en þó mér finnst óþægilegt að heyra þetta. Ég held að þetta sé, hún hugsa þetta nákvæmlega eins og Gunnar Smári var að lýsa að fólk er bara bara að fá að lifa sómasamlegu lífi og og svo kemur hitt ég stenst ekki í freistinguna að þetta er kjarnin í velferðarkerfinu. Velferðarkerfið er til að koma til móts við svona kröfur og við erum Vinstriflokkarnir byggðist upp á þessu og sósíalismi fór til þeirra sem voru fátækir og svo voru veikir og spyrir hvað vantar þig? Vantar húsnæði? Vantar hærri laun? Vantar heilbrigðisþjónustu? Menntu fyrir börnin þín? Hvað vantar eitthvað meira? Og þetta var stefnuskráin. Þannig var sósíalismi. Og ég bendi á það er Stefán Ólafsson fer í þessari bók sem ég nefndi á þann, Baráttanbyrgjunar. Hann fer víðan völl og bendir á það í Bandaríkjum þá er velferðarkerfið mjög veikt en hann bendir ekki á hvernig velferðarkerfið var í Sovétríkjunum. Það var ókeypis húsnæði, allir mikið húsnæði, ókeypis menntun, ókeypis heilbrigðiskerfi og ókeypis dagvist og það var í
á öðrum sviðum heldur, það var á öðrum stað, allt öðrum stað og þetta var bara vegna þess að ríkisvaldi var í höndu verkalýsingar, alveg hrein. Og þrýsti á samfélagsbreytingar á Vesturlöndum til þess að standa samkeppni við. Já, og það var sko alvöru samkeppni. Og það átti líka við kvennahreyfinguna sem að vegna þess að í Sovjetinu voru kvennabaráttan komið miklu lengra heldur á Vesturlöndum og það var að svara því með því að ýta undir. Hún er alltaf skelvilega núna. Núna það er undir. Einu orði. Það verður ekki kvenréttindi í nýfrjálshyggju, sko? Nei, ekki en Guð minn almáttugur Gunnar Smári ekki leggja það á jöfnu ástandi sem er þar. Núna? Já, þegar ég var að tala í Sovjetríkjunum að þá stóðu Vesturlönd frammi fyrir því svona 1960 að bara menntun kvenna og eitthvað fleira var komin langt fram úr Vesturlöndum. En vissulega, en þær tóku líka aðra á þriðju vaktina þar alveg, sko, ég er ekki að segja að það hefur verið dásamdar líf, ég er að segja að það voru langt á undan. Sovjetríkin einhvern veginn inn í þessa, ég á svolítið erfitt með það. Bara Árni fyrst ég gerði það skömminni að draga Sovjetríkina ég veit en ég finnst alveg fulla ástæða til að benda á þetta og fólk, ég þekki fullt af fólki frá Austur-Evrópu sem og hef talað við mjög marga innflytjendur hérna sem að muna tíman að tvenna voru sem sagt uppaldir í þessu kommuníska kerfi og alltaf gagnrýnir á það en nákvæmlega þetta þeir segja bæði, ég talaði pólskona sem sagði mér, miðaldarkona sem sagði, sko í fyrsta lagi þá er staða kvenna í Pólandi núna og hún fór svolítið hjá sér, hún sagði að þetta var feimin og svona leit út undan að segja það er bara alltaf svo konservatíft, kirkjan ræði svo miklu núna, það var miklu frjálslegra, það var allt öðruvísi og velferðarkerfið virkaði og það virkar ekki lengur og það hef ég heyrt líka frá Rússum og þannig að það er auðvitað sko Lea Ypi hún er albönsk fræðikona og rithöfundur sem kom hún á bókmenntir og hún er sem sagt ólst upp í hún fædd 1979 og skrifaði bók ævisögur sína sem er alveg frábær ég las hana í Guardian hún hefur þýtt á íslensku meira segja og hún er að lýsa því hvernig sem sagt var að alast upp í sósíalísku samfélagi og pappin og mamma fór í sikkur áttinar og svo sem sagt kom breytingin og og það sem sagt fór eiginlega allt og langt til í hinn áttina sko hennar mati og hún er núna svona mjög framalega í flokki vinstri manna á Vesturlöndum marxista bara hreinlega Já, þetta er alveg þekkt og við viljum kannski ekki beina talin að Sovjetríkjunum þá var ég einu svona í Pétursborg og þá lýsti miðaldra fólk því fyrir mér að það hefði margt breyst hjá þeim stóð ágætlega svo sögðu sko eitthvað í þessa veruna en áður þá höfðu við meira samfélag núna eftir fall Sovjetríkjana þá var okkur sigað hvort af öðru þannig við erum klórum augum hvort af öðru í samkennum störfin húsnæðið og allt þetta var svona þeirra upplifun að breyta en það fjallar fyrir svona vulgar kapitalisma þetta var þeirra hugmyndur kapitalisma en það hafði verið sagt að svona væri kapitalismin á Vesturlöndum varðandi kröfur almennings að þá vísar Ragnar Þór meðal annars í svona mótmælarhreyfingu, ég veit ekki hvað kalla þetta Enough is enough, þar sem að meðal annars forustu fólk úr verkalýðshreyfingunni í Bretlandi koma að líka samtök sem að berjast gegn fátækt, kannski svipað og PEP á Íslandi það er náttúrulega mjög sterkir svona foodbanks í Bretlandi sem eru með öðrum hætti heldur en þessar útlutanir sem eru hér svona þróara og einstaklingar meðal annars á þingi og fleiri sem standa á baku þessar hreyfingu. Hún kemur fram bara með 5 kröfur og það því að ég nefni þetta því að Ragnar sagði eitthvað að hópurinn sem stæði að þessu þyrfti að koma sér saman einhverja kröfur og því við erum að tala hvers konar kröfur eru í gangi núna. Þá eru þessar kröfur númer 1 er hækkun raunlauna og það er raunlaunin að þjóta af verðbólgunni sem er. Það er ekki nóg að hækka launin minna en verðbólgan. Lækka orkureikningana, enda fátækt eða matarfátækt eða svo kallað food poverty. Gott húsnæði fyrir alla og skattleggjum hinna ríku. Þetta eru kröfunar. Þetta eru góðar praktískar. Já, nema, ég sé ekki alveg sko lækka orkureikningana, það er náttúrulega ekki sama issue hér. Það væri bara lánin sko. Já. Húsnæðislánin.
gott húsnæði fyrir alla Já, og það grundvallar krafa. Grundvallar mannréttindi. Þetta eru bara mannréttindi. Já. Að það er alveg merkilegt að það skuli... Og fólk hafi ofan í svo á. Það er líka önnur... Þetta er Maslow-pyramídin, sko. Já, það sést bara líka mjög vel afstaða yfirvalda, sko, hún kristallast svolítið í afstæðinni til innflytjenda. Þeir moka hér inn innflytjendum eins og enginn sem morgundagurinn og það er allt til þess að smyrja hjól atvinnulífsins og að því þetta fólk er blóðmjólka sko krafta þess. En það datt engum í huga að þyrfti húsnæði. Þetta fólk þyrfti að gista ykkur staðar, þetta sofa ykkur staðar. Í alveg talað. Svo var nú nokkrir í fyrirverandi heimili Ásmundar Einars ráðherra upp í Borgarnesi. Það voru myndir af því. Jú, fyrir einhverjum ára síðan. Nei, bara núna. Já. Það er búið að setja sikkvort rúmið inn í lítið herbergi og skápa á milli og það er búið að breyta því í verbúð. Er hann að leigja út? Hann leigir einhverjum einum sem hann leigir þetta síðan út, þannig hann er að taka þátt í þessu og alltaf ekki borgað 120 skall fyrir rúmflettið þannig. Sér að taka inn kannski 600.000. Og þetta er látið sko nánast ótalið. Þetta er út allt. Þetta er út alla trissur. Þetta er aldrei merkilegt, þetta ráðherralið, hann er með þetta og svo var hann með geldingatangir líka og svo er dómsmálaráðherran með líkistu, þetta er einhvern veginn svona... Það er þessar kröfur. Ég sagði alveg fyrir mér að það væri hægt að setja þessar kröfur ef þeir, sko, hvaða hreyfing sem að kemur að þessu, fólki í landinu hreyfingin, gæti ég mynda meira að kemi þarna að og einhverju fleiri, en ég sagði líka fyrir mér, eins og ég tala þessi hagsmunasamtök, svona almennings sko, sem eru eins og hagsmunasamtök heimilana neytendasamtökin Landvernd ekki það? Já, ég veit Landvernd er alveg sama hvort það sé kjaraskerðing eða hvort það sé fátækur eða hvort það sé heimili eða hvort það sé skattlegning á þennar ríku Landvernd er ekki með neina stefnu um það ég heldur ekki umboð til þess að taka til þessa gröfur sennilega ekki Mér finnst bara að þau hafi hagsmuna að gæta líka, þú veist. Ok, en ef þau vilji bara hugsa þetta sem kjara baráttu, þá náttúrulega... Já, og líka bara sem samfélagsbaráttu, baráttu fyrir betra samfélagi. Þetta er ekki bara kjör, þessi grunnþætti samfélagsins, húsnæðismálin, heilbrigðismálin sem eru mjög brýn og það er kreppa en akkur ekki lofslagsmálin og náttúruvernd og landvernd þetta hangir allt saman það gerir það og til dæmis sko ég var að lesa grein þessa 5 olíurisa sem eru þeir sem sagt sko þeir fá peninga frá ríkinu núna gríðarlega fjárhæði sem að Biden hefur sett í sko ég man ekki hvað inflation en það er í rauninni sem það er ætlað til að efla orkuskiptin, stuðlaða orkuskiptunum en þessir risar, ég held að þeir hafi þessir olíurisar, þeir nota hvað 12% af peningunum sem þeir fá í vindorku hitt fer í að þróa nýjar olíulindir sem er svo fáránlegt sko og þarna er sko þarna er sko landvernd er þó hljómgrunni fyrir þannig að þið hafnið þessum stíl af mótmælum sem eru bara róp inn í lífskjarakreppuna og segið að það þurfum að horfa á stærri mynd Nei, alls ekki er verið að tala mótmæli bara í næsta mánuði Já, ég held að þetta geti alveg byrjað svona nákvæmlega, ég tek undir það getur byrjað svona og svo getur það vika út það þarf að byrja á því sem er brýnast og stendur fólki næst það þarf að byrja því sem stendur fólki næst og ferða út á göturnar þegar fólk fer lánið þitt verður þú borgar 370.000 á íbúðinni þú borgar 150 í síðasta mánuði þeir sem keyptu fyrir 15-20 árum hafa staði í skilum þeir eru í engum húsnæðisvandræðum það eru þriðjungur þeirra sem eiga húsnæði skuldi ekki krónu ekki koma þeir út á götu það er spurning hver er einn krítiski massi sko, það var náttúrulega húsnæðislánin sem fóru öll til fjandans í hruninu þau voru frumkvatin og öflugasti kvatin að mótmæla því fólki hefur aldrei verið bættu skaðin eins og Ragnar Þór hefur margsins bent á og það er aldrei að vita nema það fólk er náttúrulega það er hér, ég meina þeir sem ekki fóru til Noregs eða þeir sem komu tilbaka frá Noregi, það er fullt af fólki sem er kurrandi hvað segir maður? Kurr meðal þess ennþá, það er gremja í því frá þessum tíma
Þannig ég Það með var fleiri hraunfar. þrautir hann ykkur sem að ég ber undir ykkur ímislegt sem að Ragnar sagði. Hann sagði ekki alveg hvenær hann ætlaði að mótmæla en það var eiginlega augljóst á því hvernig hann talaði að hann að horfa á leiðtogafund Evrópuráðsins sem að verður hér 15. og 16. 15. og 16. Mæ. Og það minnir maður náttúrulega bara á, manni geti G7 mótmælunum hérna, voru ekki fyrir aldamót og kannski aðeins yfir aldamót. Seattle og það. Já, Seattle, Gautaborg, Genua. Já, það sem að stjórnmála elitan mætir saman, að þá mætir almenningur og segir sína. Já, þetta er mjög góð hugmynd. Þetta er mjög góð hugmynd. En og haldið, nota bene það eru líka fólk að utan sem að geti komið hingað að mótmæla ýmsum hlutum. En það gæti líka Já, og hvernig þá að það bara geti komið hérna stórir hópar til að það bara mótmæla. eins og það er ekki neitt, þetta er á miðri hábúndi túristabólunar, þannig það er ekki hægt að fá sko það er ekki hægt að fá, Airbnb já, og- akkurat Já. það er ekki nema að við hendum út þessum leigjendum og leigjum það en eitt í þessu sem að ég velti fyrir mig þegar hann var að tala um þetta að það myndi þýða það að Íslendingar vera að mótmæla þegar þeir eru gestgjafar hvað Er það ekki alltaf læg? Já, það er alltaf fyrir mig með svona þjóðina sem alltaf vil standa sér vel í Eurovision og er alltaf svo ánað með hvað hún stóð sér vel þegar Reagan og Gorbachev komið hérna, vonust til þess að þeir myndu undirrita eitthvað, er þið sögulegt Reykjavíkur samkomulag, að þeir myndu vera að skemma þetta partí. Sko, því tilfelli þá var nú kannski ansið mjög brýnt hagsmunamál margra verið að ræða hvort það ætti að hætta við að skjóta heimsbyggðina í tætlur í kjarnorkustríði. Það voru allir frekafegnir þegar það svona minkaði hættan á því eftir að virtist vera fyrst sinn sem að var einhvers konar merkjum það ætti ekki að fara að eyðileggja heimsbyggðina í kjarnorku loga en ok, en sem sagt það er alveg full ástæða til að mótmæla þessari eliti sem er að koma hingað og við eiginlega ef við ætlum að sýna kurteisi sýna samstöðu með öðrum þjóðum þá er það okkar kurteisi, það er að mótmæla því En við erum alltaf fyrst og fremst eins og ég skildi Ragnar Þór, þá er fyrst og fremst að mótmæla ástandin á Íslandi og þessu ríkisvaldi sem gefur sig út fyrir að vera eitthvað allt annað heldur en það er og það er þessi mýta í gangi ellendis ég var að koma frá Berlín var að fór til Berlínar í nokkur dag og það er á svona seminari og þar heldur fólk, eða sem þetta fólk sem ég heiti, þið gerði þessu stórkostlega hluti hérna, þið bara fangelsuðu alla bóana og í hruninu og þú veist, og svolítið nýja stjórnarskrá og það er einhvern veginn þessi, sko þetta blés fólki, sko hérna, bara blés því andan í brjóst erlendis sem fannst það stórkostlegt en þetta er kannski svolítið orðum hvernig fór hérna og hvað við gerðum þá var þetta til þess að hvetja fólk áfram á Spáni, Arabalöndum það er einn hópur mótmælenda sem ég get trúað að léti í sér heyra það er fólki hérna, unga fólki sem er búið að vera á Austurvelli loftslagsmótmælunum og mótmæla þá aðgerðarleysi það getur komið fleiri þrótt þeirra sem að setja þetta Evrópuþing aðgerðarleysi þeirra í loftslagsmál Dagskrá Evrópuþingsins verður eins og má ráða af orðum utanríkisráðherrans að það verður fyrst og fremst reynt að ná einhverju samstöðum það að þrengja enn að Rússum þannig það verður umræðið verður ekki lífskjarakrísan í Evrópu jafnvel það að vekja athygli á lífskjarakrísun í Evrópu sem er þjáning Evrópu út af afleiðingu stríðsins verður talið vera frekar verið að íta undir sko málstað Rússa að færa það í tal sem sagt að það greppi að almenningi út af stríðinu að það sé að vatna millur Rússa þetta er náttúrulega alveg þeir sem að benda á þjáningu almennings í Þýskalandi út af orkukreppunni að þau eru sökuð að vera handbendi Pútins Nei, ansið það langsótt það er bara þannig þetta er bara hreinlega heimskulegt ég veit ekki hvað að segja það sko þegar við erum búin að sjá sem sagt Bandaríkin reka þessa stefnu sem að lokum leiðir til þess að Rússar bregðast einfallega við með því að ráðast inn í Úkraínu vegna þess að þeir sjá ekki annað úrræði út frá sínum sjónarhóli þannig að þeir eru eiginlega neyddir upp í horn og þeir eru neyddir til að gera þetta en ég meina þeir telja það vera ég meina þetta er, þú veist
hvað að segja svona þegar fólk ég veit ekki hvort það var líka Rússum við Víetnama sem að tóku upp vopn gegn Bandaríkjunum þegar þeir reyðast inn í Suður-Víetnam. Ég sé bara þess að Rússlandsstjórn bara sem glæpamenn. Þetta bara diktator frá helvíti, hann Putin, hvernig sem áður lítur á það. Bara glæpastjórn. Núna eru til dæmis Wagneristarnir, hvað heita, þessi Wagnerflokkur. Ég var að horfa á sænska sjónvarpi á þann og það koma núna á hverjum einsta degi 1000 manns yfir Miðjarðarhafið til Lampedusa. 1000 manns á dag, þetta náttúrulega svakalegt. Og þetta engin lausn, það engin lausn að fá það engin lausn á efnahagsvanda Afrikuþjóða að þau komi allir til Evrópu, en ein ástæða fyrir aukningu á fólki, ok, það komið í vor, það eru hlýra og allt það, en Wagner-sveitirnar að kynda undir hjá þessu fólki víða eftir þessi frétt sagði. Þannig að þú veist, þetta eru bara krimmar og ekkert annað. Já, það engin spurning. En sem sagt, það sem að þessar þjóðir Rússar, Kínverjar, Indverjar, Brasilíumenn, Suður-Ameríkumenn sjá, það eru þjóðir eins og Bandaríkin, Þýskaland, Frakkland og Bretland sem að hafa gengið vaðið allan heiminn bara og skítum skónum eins og þessi algjörlega sjálfsagt að þeir fái að ráða öllu og dræja allt til sín. Já. Og það sko ákveðið sjónarhorn sem verður að virða einhverju marki, ekki satt? Það bara fyrst núna, það alveg stórmerkilegt að sko það fyrst núna eins og sé frá eins og Bretar að horfast alvarlega í augu við þrælaverslunina. Það eins og hún hafi bara varla verið komist á blað. The Guardian búin að vera með seríu núna þrælaverslunum og bómullaborgina Manchester og hvernig í raun og veru The Guardian var reist á grunni þrælapeninga. Það allir blóðu í þarna, það allir, þú veist, en það makaljóst að það núna 2023. En hefur þetta ekki gósið upp af og til þessi eftirlendu fræði og af og til sko. Það er svolítið erfitt að halda ykkur svona þráðinu, já. Ok, haldu bara þið spurðu þá. Það var þú sem nefndi Rússland. Ég nefndi hvort það væri snjallt að vera með mótmælin við leiðtogafund Evrópu sem vitað að verður aðmálið þar verður Rússlands, verður Úkrænustríðið. Já. Það verður aðalefni fundarins. Þetta ekki fundur til þess að ræða lífskjarakrísuna. Ég get svara fyrir mig, sko, ég náttúrulega alveg umboðslaus þannig, en með stjórnarskrárfélagið að við þetta hefur komið til tals þar, en hefur ekkert verið rætt almennilega, að við ætluðum bara að vekja athygli þessara útlendu gesta og þingfulltrúa á ástandin hérna í stjórnmálunum að Íslands stjórnvöld virða ekki úrslit kosninga. Það var, ég býst við að við gerum eitthvað slíkt sko, en Ragnar með sína kröfu, ég veit það ekki, þú veist að telja þar upp, en hvert á að beina þessum mótmælum sko, eigum við að öskra og þingfulltrúa þarna og skamma þá fyrir húsbyggi. Hann vil hafa mótmæli til þess að þröngva stjórnvöldum til þess að bregðast við kröfum almennings í húsnæðismálum, í ýmsum málum sem að hann hefur samið við stjórnvöld úrbætur í samfélaginu en stjórnvöld hafa svikið. Þannig að hugmyndin svo að þingið gagnslaust, ríkisstjórnin gagnslaus, verkalýðshreyfingin nær bara einhverjum samningum við þessa eftir standa kröfur almennings réttlátara samfélag sem að ná hvergi fram og mun ekki ná fram nema að það verði virk mótmálarhreyfing sem að knýr þar í gegn. Og má ekki fara á stað með það að því að Rússar að berjast í Úkraínumenn? Ég verð að spyrja hvort að þetta væri góður staður að vera með mótmælin og að því að þið fóruð að segja út frá lífskjara krísunni annar staðar og sem að það var mótmæli í þessum löndum þá bara bendi á að umræðuefni mun ekki vera lífskjara krísun. Bara langt í frá. Þetta er spurning, þetta er góð spurning. En það gæti eins og ég skilt það væri bara, þessi mótmæli væri hugsuð þannig að vekja athygli á ástandinu á Íslandi, vekja athygli erlendra fjölmiðla og búa til pressu á íslensk stjórnvöld. Mér langar að segja eitt,
það sem að við höfum liðið svolítið fyrir í þessum mótmælum öllu saman og erum við ansið sjóið hérna, að það vantaði alla tíð, hefur alltaf vantað, maður er ekki tölað í hvað maður er búin að mótmæla oft og allt það vantar einhverja hreyfingu sem tekur við. Það er eitthvað bakland, það er einhvern veginn aldrei, svo dettur bara allt í dúnalogn, það gerist ekki, þú veist, það vantar þessa grasrót, virku grasrót sem tekur við og skipuleggur. Grasrót er óskipuleg fjöldarhreyfing, þú ert að byrja skipuleg fjöldarhreyfing. Já, bæði og. Þú getur ekki fengið bæði grasrót og skipuleg. Jú, það getur alveg unnið saman. Þú komist á fjárlög helst. Nei, ég meina það, Hjörtur, ég meina bara eins og þekkist, bara eins og Vestanhafs, þar sem að, ég veit ekki hvað ég var búin að fara 4-5 sinnum til Washington borgar áður en ég fór þangað sem túristi, ég var alltaf að fara að mótmæla einhverju og 1.000.000 manns í mótmælum og það er bara fjöldarhreyfingar virkar á bakvið sem að taka við og taka svo við skipulagi og það er skipulagt fyrir næsta það er bara til að halda utan á mótmælum. Já, það er flæði þegar að þú nærð ekki endilega öllu fram í einum mótmælum, heldur þarf að hamra á þessu aftur og svo kemur eitthvað upp í samfélaginu og það þarf að gera, það er að halda stjórnvöldum eða valdhöfum við efnið. Og það er það einhvern veginn sem okkur hefur skort svolítið hérna finnst mér. Við erum og það lág okkur hver sem vill en maður verður svona nánast vegmóður það er búið að gera svo í alvöru, við erum bara að fara svo oft og það er einhvern veginn svo sami grautur í sömu skál og lítið gerist. Eitt yfirbót, það eru hérna komin fram mótmæli yfir hvað við erum búin að vera lengi að tala, það eru hálfur að mótmæla að því að þú byrjar að tala að Ragnar Þór var að boða til mótmælana og við höfum talað svona hvernig búsáttarbyltingin var það sem almenningu fyrir út á götu. Skiptir það máli að þetta sé gert í svona nafni eins manns sem er að boða til mótmælana? Eru það hvað er að segja, populísk mótmæli? Já, þetta er svolítið svipað eins og var í búsáttarbyltingu, þar var Hörður Torfason, það var bara hans nafn sem að stóð, það bara sínvirkaði. Ég held að það geti alveg virkað. Þannig að Ragnar sé að bjóða sig fram í að taka hlutverk Harðar Torfasonar. Ég veit það ekki, en Ragnar nýtur að því en mér virðist töluverðar alþýðu hilli og ég bara, ef hann vil gera eitthvað í málum, þá er ég bara ánægður með það að hann taki af skari því að það er ekkert margir sem að leggja í að gera og flestir náttúrulega bara sitja með hendur í vössum og ef einhver er til í að taka slægin þá er það bara gott. Okay, sama hvernig það fer Þá er bara eitt eftir að ef að Ragnar búa til mótmælana allir það með það? Já. Ég verð bara því miður ekki í bænum, ég er út á landi. Ég mæti. Myndi annars glöð mæta. Ok, við sjáumst í mótmælunum. Takk ykkur kærlega fyrir Árni, Fríða og Hjörtur og við ætlum að snúa okkur öðru. Ég ætla að tala við líklega tilvonandi forseta Alþýðusambandsins eftir augnablik. Sem er Já, það er örstutt í þing Alþýðusambandsins, það er sama þing og var í haust, því var slegið á frest, þar sem að var ljóst að ekki myndi nást neinar sættir menn eða málefni og síðan hafi liðið næstu því hálft ár og núna í lokvikunar að þá verður framhaldið þinginu frá því haust. Í haust bauð Ólöf Helga Adolfsdóttir, fyrrverandi ritari Eflingar, sig fram til formanns á móti Ragnari Þór Ingólfssyni. Ragnar dró tilbaka sitt framboð Ólafar Helgu er líklega í gildi áfram og hún mun verða í framboði. En núna fyrir skömmu að þá steig Finnbjörn Hermannsson sem hingað er komin fram og bauð sig fram til forseta Alþýðusambandsins. Vertu velkomin, Finnbjörn. Já, takk. Þú ert nýhættur sem formaður
Hvað heitir það? Byggin, félag byggingamanna. Já, ég verið að byrja stafsökunar á því að þið breyttu svo ört nafn, að þú átt rætur í Trésmiðjufélagi Reykjavíkur. Já, við höfum verið að grínast með það sko að í byggingargeiranum sko, þá höfum við verið með vandamál sko kennitöluflakkara. Já. En við erum ekki kennitöluflakkara, við erum á sömu kennitölun en við skiptum svolítið nöfn. Já, þannig að við erum Byggin í dag starfið Trésmiðjufélagi. Já, og það sameining í gangi, hefur verið í gangi meðal iðnaðarmanna og sumir getur veltið fyrir sig hvort hún myndi ekki bara halda áfram, hvort að ekki fleiri sameiningar þarna iðnaðarmegin? Nei, við erum komin í mjög öflugt samstarf þarna upp á Stórhöfða. Já, við erum í sama húsinu. Já, allir í sama húsinu og við höfum notað nafni 2F sem er bara 2 fagfélög eða 2 fagfélagshús eða hvað sem er. En 2F er það. Já. Og við erum sko að ná mjög vel saman sko alla þjónustu. En við höfum engan áhuga á því að saminast vegna þess að það er svo mikið verðmæti í þessum félögum og halda utan greinarnar í félögunum. En við getum unnið að sameiginlegum orlofsmálum, sjúkrasjóðum og þjónustu og annað þess áttar. Þannig að og við erum bara komin á mjög góðan skrið með það sko, þessi félög sem er innan 2F. Já, maður einmitt heyrt þetta frá gömlum félögum, til dæmis í Trésmiðjufélaginu, sakna þess svona þegar maður fór á fundi og það voru bara smiðir í kringum hann. En núna eru svo fleiri sem er að vinna saman, þú kannast við þetta. Já. Það er bæði gildi að halda saman innu þröngu hóp og svo ná ykkur styrk út úr. Já, og við teljum okkur ná hvoru tveggja sko, með því að halda félögunum, að þá boðum við til fundar í Byggin og þá tölum við bara okkar málefni. En svo þegar við þurfum að sko, vera með svona sko, þessa ósýnilegu þjónustu sem að félagsmanninum sko, það skiptir ekki máli hver hringi eða hver svarar í síman hjá honum eða bara réttar upplýsingar. Þá er það hitt besta mál sko. Herðu, Finnbjörn, við höfum við rauðaborðið rætt svolítið mikið málefni ASÍ, enda mikil átök þar og líka mikilvæg samtök. Verkalýðsbaráttan er það sem að margir horfa til að geti haft jákvæð áhrif á íslenskt samfélag og byggt það upp. Síðastir ég var að ræða þingi framundan og þá var ekki komið í ljóst hvort eitthvað myndi bjóða sig fram fyrir utan Ólöf Helgu og þá hafði ég orðið að sá sem að býður sig fram, hann er eiginlega vanhæfur því hann er að ganga inn í kyn ljónsins, að þetta er svolítið óárennilegt starf sem út að fara að bjóða þér í. Það er þannig. Já, það á ófriða tímum. Já, það er það. Það eru ansi mörg, margir armar sem eru kannski að kljást, en það sem merkilegt er og eins og síðasta þing fór að það var útganga þar og það voru 3 aðilar sem geng út, eða 3 armar sem geng út, en enginn þeirra gekk út af vandamálum Alþýðusambandsins. Að það sem var tekist á Alþýðusambandsþingi, það var síðasta þing Starfsgreinasambandsins, það voru bara óuppgerð mál þar, annars vegar og hins vegar innanhúsmál innan Eflingar sem kemur Alþýðusambandinu að sjálfsögðu við en var ekki beint gegn Alþýðusambandinu sem slíku. En setti samt sem áður sitt mark á þingið, þannig að það var orðið óstarfhæft þegar þessi 3 aðilar voru gengnir út, sem eru náttúrulega stóri persónur og leikendur. Já, sem er Ragnar Þór og hluti að fulltrúum VR gekk út með honum, Sólveig Anna og flestir fulltrúar Eflingar geng út með henni og Vilhjálmur Birgisson og fólkið á Skaganum geng út. Þannig að okkur og ýmislegt hafði gengið á undan, hafa komið fram tillaga á þinginu að vísa burtu öllum fulltrúum Eflingar. Já, það var innanhúsmál Eflingar það snýr í sjálfum sér ekki að Alþýðusambandinu. Hvernig það snýr að Alþýðusambandinu en enga síður er þetta mál sem að á að leysast innan Eflingar, hvernig kosið er á þingið. En það var tekið þannig á því að og það hefði verið svolítið skrítið að vera að setja aðra þingfulltrúa í þá stöðu að fara að meta það hvort að rétt hefði verið kosið innan Eflingar. Þetta er náttúrulega bara stjórnarinnar í Eflingar að kljást og eins og ég segi þetta var í sjálfum sér ekki mál Alþýðusambandsins sem slíkt sem að öll þessi útganga var en
við mátum það þannig sem að vorum eftir að það væri skynsamlegra að fresta þingi og reyna að ná saman þessum hópum aftur heldur en að fara að kjósa nýja forystu og vera ekki viss um það hvernig hlutinni myndi þróast svo áfram. En það voru átök inn í ASÍ því að forseti Alþýðusambandsins Drífa Snædal sagði af sér út af ágreiningi og samstarfsörðuleikum. Já. Og Kristján Þórður, Já. Hann sem var fyrsti varaforseti, var starfandi forseti og hann reyndi einhvað að ná saman ólíkum örmum en lýsti því svo yfir að hann ætlaði ekki að bjóða sig fram. Ég held að var það ekki þannig að margir horfðu til þess að hann myndi halda áfram? Jú, hann hefði verið mjög álitlegu kostur sko en bara hann valdi það að fara ekki í þetta þessu sinni og hans tími mun koma, þetta er ungu maður þannig að það er ekkert vandamál þannig sko en eins og þú segir, það er svona þetta er ekkert árennilegt starf og kannski er ágætt að setja einhvern í þetta sem er að klára starfsæfina, ég segi það ekki en ég hef ákveðna reynslu sem að ég ætla að bjóða fram og sjá til hvort það er hægt að leiða Alþýðusambandið saman og ekki einstaklingarna sem slíka heldur bara að leiða hópana saman í verkefnavinnu það liggur alveg fyrir að það eru ógrynni verkefna sem við þurfum að takast sameiginlega á sem að möguleiki er fyrir hvert og eitt félag að gera en mun ekki ná samt sem áður sömu niðurstöðu eða eins miklum slagkrafti eins og það gerist undir merkjum Alþýðusambandsins. Þú ert, ef að þú verður kosinn forseti, þá ert þú þriðji á tiltölulega skömmum tíma sem kemur frá trésmiðum og þeir eru alltaf kallaði ykkur þegar það er ykkur ágreiningur og erfiðleikar við að ná saman. Já, það var náttúrulega 92 þegar Benedikt Davíðsson kallaði til sko, þá er svipulæti uppi eða svona svipað ástand uppi í verkefnasambandinu? Í Alþýðusambandinu og þá snerist það náttúrulega að Alþýðusambandinu, það var náttúrulega miklar væringar þá í gangi sko. Og hann er kosin til að bera klæðavopnin og koma með eitthvað frið. Hann gerði það alveg ágætlega eins og hann svo von og vísa og síðan 96 þegar Grétar er kosin, Þorsteinsson þá er svona orðið heldur rólegra sko en enga síður að hann tekur við þarna af Benedikt og ég held að þeir tveir hafi átt bara ágætlega farsalega feril sko. Já, þannig að þú ert með góða fyrirmyndir. Já. Herðu, en hvað viltu gera við Alþýðusambandið? Sko, ég vil sjá að það verða svona starfhæft aftur það sem er svona næst í tíma það eru komandi kjarasamningar ég vil sjá Alþýðusambandið leiða vinnuna gagnvart sko ríkisvaldinu, sveitarfélögum og öðrum þeim sem eru svona opinberir aðilar félögin og samböndin sem fara með kjarasamninga að öðru leyti, þau eru alveg einfærum að klára þá fyrir sig en það er bara sko þetta samfélagi er náttúrulega komið þannig að við verðum að fara að snúa bökum saman og reyna að ná vopnum okkar gagnvart sko ríkisvaldinu það er alveg sama hvert litið er að þetta er allt undir brot og slit sko. Já, þá ertu bara að tala hrörnun svona barnabóta, vaxtabóta svona grunnkerfa erfiðleika, bara húsnæðiskreppa, ekki bara höfuðborgarsvæðið, þetta er all land. Já, þetta er orðið þannig sko að húsnæðisverði er náttúrulega bara komið upp fyrir greiðslugeti almenns verkafólks og einhverstað verður menn að búa og þetta er sko húsnæðisverðið það er náttúrulega skapað út af kreppu að það er bara skortur á markaðinum þannig að við verðum með einhverjum hætti að fara í það mál sko hann lofaði 35.000 íbúðum hann Sigurður Ingi á 10 árum samtöku innarins voru að birta niðurstöður af skoðanakönnun hjá sér og það er bara fækkun 2/3. Já, 68% samdráttur. Já,
og Þannig það talar ekki alveg inn í þetta sem Sigurður Ingi að segja sko. Og við þekkjum þetta líka frá Reykjavík sem alltaf verið einhverja glærusýningar sem eiga að sína einhverja framtíðar uppbyggingu en fæsta því gengur eftir. Ertu þá að segja að þið ætlaði að fara fram á eitthvað sem meira í hendi? Við verðum náttúrulega að skoða markaðinn og það ekkert annað sem í boði heldur en að það verður að auka framboðið. Að við fjölgum ekkert fólki í einstökum íbúðum, að við verðum að auka íbúðurnar og miðað við þetta sem samtöku iðnaðarins segja núna, að þá erum við að fara í þveröfuga átt og við erum að herða enn hnútinn sem alltaf að herðast hálsinn á okkur. En þetta eru verktakarnir sem að byggja mest, sem að draga saman. Þannig að hver á þá sveitafélögin og ríkið að byggja sjálft eða? Já, við þurfum bara að skoða hvað í gangi. Þið getur byggt sjálfur? Já, það allir möguleikar í þeim efnu sko. En við þurfum bara að skoða hvað í gangi og hvers vegna þetta að gerast. Og eins og þú segir að Reykjavíkurborg alltaf með glærusýningarnar árlega það hvað er mikið framundan. Og maður reyndar fann að kannast við suma lóðurnar árið þeirra ár sko, sem alltaf á leiðinni en við þurfum bara að fara í samtal og það reynda byrjað hjá Alþýðusambandinu í samtal við sveitafélögin hérna í kring hvað í gangi og hvers vegna þetta ekki að ganga eftir eins og Sigurður Ingi lofaði og því að sveitafélögin skrifuðu undir þetta líka. Ragnar Þór, hann var hérna í gær, hann var að segja að það, sko stjórnvöld alltaf að lofa ykkur og þeir munar ekkert að koma bara með sama loforðalistan og svíkjan. Þannig að nú fyrir áður við gerum samninga næst, sækjum launahækkanir til Samtaka atvinnulífsins, þá verður ríkið að vera komið með eitthvað sem bara fast í hendi. Svo eins og hann orðar bara verkefniseiningi getur ekki sætt sig við það að fá sömu loforðin, sömu glærusýningarnar sem bara eins og þar hafi ekki verið til áður, verið lofað áður í lífskjarasamningunum. Já, sko, þetta náttúrulega bara verklag sem við þurfum að fara yfir þegar að þingi lýkur og ef að ég verð forseti eftir þingið að þá mun ég bara setjast niður með miðstjórn Alþýðusambandsins og við bara búum til verklag hvernig við viljum sjá þessa hluti gerast og ég alveg sammála því ef að Ragnar hefur sagt að þetta þurfa að liggja fyrir sko áður en kjarasamninga komast að það alveg bara talar inn í sko mína sín á þetta. Við þurfum að fara í gegnum sko fleira heldur en bara húsnæðisliðina. Að allir þessi biðlistar sem í gangi, hvort sem í heilbrigðiskerfinu eða hvar sem þetta náttúrulega ekki boðlegt fyrir fólk. Það að koma út skýrsla núna sem að að segja frá hvernig sko svona afkoma fólks og þetta fer alltaf versnandi. Þannig að það ekki bara sko að sækja kaupið. Við þurfum náttúrulega að hafa stoðkerfi í lagi líka. Og það munar alveg töluvert miklu. Ég var á fundi lífeyrissjóðsins míns í gær og það var einn góður félagi minn sem fór yfir það að ef að lífeyrissjóðurinn sem sagt hækkar greiðslur til einstaklings að þá fær ríkið 2/3 af þeim peningum. Þetta náttúrulega bara ekki í lagi. En þetta bara orðið þetta stoðkerfi hjá okkur að það ríkið sem orðið stærsti sko, bóta þegi í til dæmis í eftirlaunasjóðunum okkar. Þannig að eina kröfunum væru þá að minnka skerðingar. Já, minnka skerðingarnar og líka sko öll þetta stoðkerfi sem snýr að bara ungu fólki og barnabætur og vaxtabætur allt þetta hörnað, vaxtabæturna er orðnað bara grín leinaði sem að var áður. Þetta bara hlutur sem við verðum að fara að sko og fara að endurlífga. Og annað mál sem að hefur ekki verið rætt kannski eins mikið en það eru helmikið færri lánþegar í lánasjóð íslenska námsmanna núna heldur voru fyrir 10 árum sem náttúrulega aðgengi efnaminna fólks að námi að það kerfi líka að brotna niður. Já, ég hef ekki kynnt mér allar skapaða hluti sko þannig að ég þekki það ekki bara. En þetta náttúrulega bara hluti af því sem við þurfum að skoða hjá Alþýðusambandinu sem svona heildar pakkan hvernig þetta horfi við sko almenningi. Þannig þið viljum gera kröfur á hendur ríkisvaldinu og sveitarfélögunum. Já, ég sé það sem bara næsta verkefni Alþýðusambandsins, það að gera það.
vegna þess að við þurfum að skoða sko heildarmyndina þegar við erum að skoða afkomu fólks. Það er ekki bara launir sko. Nei. Nær það út fyrir, þú nefnir til dæmis skerðingar sem eru vilja málefni eftirlaunafólks og öryrkja. Við stundum rætta hérna við rauðaborðið að stundum eins og sko verkalýðsfélögin horfir svolítið þröngt á sína skjólstæðinga, ég getur sagt þess að svo, að ef að ég vinn einhverja þræla vinnu og orðinu öryrki sko 56 ára gamall og þá fer ég eiginlega út úr hérna vendarkerfi verkalýðsfélagana og óháður þeim og fæ engar bjargir frá þeim. Kemur til greina að horfa á þetta sem að eftirlaunafólk er fyrrverandi verkafólk, öryrkjar er að stærstu hluta fyrrverandi verkafólk. Já. Sko ég ætla ekki að fara að lofa upp í ermarnar á miðstjórninni sko og þetta er náttúrulega bara hlutur sem við þurfum að taka sameiginlega ákvörðun en eftir sem áður þá höfum við náttúrulega tekið þessa hluti upp með í sko kjarasamningum og það var náttúrulega bara hluti af kjarasamningum á sínum tíma þegar við hækkuðum skerðingamörkin varandi atvinnutekjur bæði eftirlaunaþega og öryrkja. Þannig að sko verkalýðshreyfingin hefur tekið undir með þessum aðilum og svo er bara spurningin hvað er samstæðum að gera komandi samningum. Og þú býst við að það verður rætt komandi samninga áherslur Alþýðusambandsins í komandi samningum á þinginu og síðan mun miðstjórnin búa til einhver svona kröfulista. Já, sko, Alþýðusambandsþing er almennt til þess að búa til stefnumörkun og við munum gera það og það var komin bara fín vinna í gang áður en að þinginu var slitið eða sem sagt því var frestað síðast og við munum klára þá vinnu gerir á fyrir, það er bara eðli málsins samkvæmt. Forsetunar bak við þá vinnu, það hefur svolítið breyst efnahagsástandið. Ég býst við að það hefur verið undirbúnar einhverjar samþykktir og málefna vinna í tilteknum hópum fyrir síðasta þing, en það var þegar efnahagsástandið var kannski allt annað heldur en það er núna. Já, sko, Alþýðusambandið hefur náttúrulega fylgst með þó svo að það hefur verið frestað þingi, sko. Þannig að það verður væntanlega tekið inn það ástand sem er núna og þær forsendur sem eru núna sem að voru öðruvísi síðast. Þannig að við munum væntanlega sko uppfæra allt saman það. En síðan í áframhaldinu sko þingi það sér svona stórumyndina og svo er það miðstjórnar sambandsins að sko búa til svona dítæla. Og það verður væntanlega vinna miðstjórnar núna fram á sumar. En þar ertu líklega með inni mikið af þessum deilandi aðilum inn í miðstjórninni. Já, og þess vegna segi það, sko, mitt verkefni verður að sameina fólk verkefni og málefni, en svo má það vera ósátt hvort við annað þess á milli, sko. Já. Það er náttúrulega besta leiðin að fá fólk til þess að vinna saman að sameiginlegum markmiðum. Ef það er ekki sameiginleg markmið og sameiginleg sín, að þá er hætt við að fólk fari að gogga í hvort annað. Já. En eins og ég segi, ég ætla ekki að vera barnapíða þarna, það er ekki mitt mál. Það kom til tals núna í vetur að endur ræsa upp það sem heitir samninganefnd aðeins í, það sem að eru fulltrúa frá landssamtökunum en líka stærstu félagunum inni. Hvað fannst þér þær hugmyndir? Ég er alveg tilbúin til að skoða þá hugmynd sko. og það getur vel verið að það sé sko skynsamlegri leið heldur en að hafa miðstjórnina sem samninganefnd en fyrst og síðast að þá þarf Alþýðusambandið gegnum þá hugsanlega samninganefnd að fá umboð til þess að fjalla tiltekin málefni þannig að við séum sem sagt svona ein heild á bakvið það. Og ég held að það sé ekkert sko óvittlaus nálgun að nota samninganefndina í það sko. Segðu mér, þú er búin að vera lengi í verkalýðsbaráttu? Já, ég er búin að sitja í 26 ár sem formaður bygginnar eða tresmæðarfélagsins og svo bygginnar. Þannig er aftur á síðustu öld? Já, ég tekur 1997 sko. Segðu mér ég er að koma í bæinn og myndi spyrja þig hvað snúast átökin í verkalýðshreyfingunni? Hverju getur þú svarað mér?
Ég myndi helst ekki vilja þurfa að svara því vegna þess að sko þetta svona sambland af málefnalegum ágreiningi og persónulegum ágreiningi og það ekkert rosalega skýr skil þar á milli. En þetta líka spurningum svona taktík eða hvað? Tón, getur það skipt máli? Sko það náttúrulega... Skilgreining á hverju andstæðingurinn, hvernig mann talað? Já, þetta sko... Ef ég læsi greinarnar þess að fólk að kvarta hvort undan öðru, þá það oft orðfæri og tal og annað slíkt. Frekar heldur svona, ég sé ekki, menn ekki skrifast á deilur út af ólíkri afstöðu í húsnæðismálum. Nei, það svona segir það. Þetta kannski sambland af sko málefnum og persónulegum deilum. Ég hef ekki sett mig alveg rosalega vel onni í þetta. Ég ekki til dæmis á Facebook. Ég bara nenni því ekki. Og þannig að þar skilst mér alla deilurna fara fram. Ég les kannski best of bara í blöðunum. Sem sækja fréttirnar inn á Facebook. Já, en þar kannski svona meginkjarnin. Og þar skynja ég þetta sé svona, persónulegar deilur í bland við málefnalegan ágreining. En þú ert ekki að fara inn til þess að sætta þessa deilur? Þú ert bara að fá þetta fólk til þess að vinna að einhverjum öðrum málum? Já, það verður ekki megin verkefni mitt að fara að sætta fólk, sko. Þetta allt saman fullorðið fólk og vel meinandi og örugglega allir að huga að sko sínu skjólstæðingum sem eru félagsmennirnir og ef að menn sjá svona misjafna sín á þetta þá verður það bara kannski að vera svo. En við getum samt sem áður sameinast það hvernig við ætlum að nálgast sko viðfangsefnið og það hljóta allir að vera sammála það að samfélagi að það svona smám saman að hnigna undan velferðarkerfinu hjá okkur og við ætlum að fara að byggja það upp á nýtt. Og til þess þarf svona stór átök, svona ef maður horfir yfir sviðið nokkra áratugi, að þá myndi maður ætla að þess að ástandi á húsnæðismarkaði núna bara á pari við það sem að var áður en fyrir júnísamkomulagið 64. Kveikur var eiginlega bara þáttur braggahverfin. Þau eru bara komin í innæðhverfi. Þannig að við erum í stöðu í húsnæðismálum að það þarf eiginlega bara breiðálsátak. Við þurfum að gera eitthvað stórt. Já, sko, við gerum kjarasamninga 2020 og þar kemur þetta inn sem innlegg inn í þá kjarasamninga að það að byggja 35.000 íbúðir. Og við þurfum bara að herma það upp á stjórnvöld og fara í gegnum það með hvað hætti það að gerast. 35.000 íbúðir ekki nóg í dag næstu 10 ári. Munurinn í júnísamkomulaginu var sagt að við ætlum að byggja svona margar íbúðir og það var sagt að sko við ætlum að byggja þær. Það var bara stjórn verkamannabústað ætlaði að byggja þær og það var alveg plan það hver ætti að byggja það. Núna tala stjórnvöld alltaf eitthvað svona áætlun og kannaði markaðinn og að meta það hvort að þetta eitt ætlar að byggja svona mikið og eitthvað svoleiðis og svo bara draga engaðalendin saman þegar það verður óvissa framönda, þá það bara eðlilegt, bara engaðlega bara að draga saman. Já, þeir eru bara hugsun sig. Hugsun sig. Þannig að það ekki hægt að byggja á því. Nei, þess vegna verður þetta verkefni hjá okkur. Það bara að fara í þetta og fá þetta bara alveg lið fyrir lið, hvernig þetta á að framkvæmast. Og eins og ég segi, sko, 35.000 íbúðir bara ekki nóg með að ástandið eins og í dag. Það er flytjast mjög fleiri til landsins heldur en áætlað var og þetta fólk þarf íbúðir og þá þurfum við bara að bregðast við því. Og hver gerir það? Við þurfum bara að fá það alveg lið fyrir lið og hvernig þetta verður fjármagnað. Og þetta gat samfélagi gert hér á árum áður. Já, og hugsanlega getum við gert það ef við náum saman. Ég ótti ekki dæmi að því að við erum hérna í Bólholti og hinum við göttuna eru hátúnsblokkirnar, öryrkjablokkirnar. Það voru byggðar 1969 og 1970 strax eftir síldarhrunnið. Það var ekki frestað í að byggja þá. Þótt að væri óvissa í efnahagsástandinu. Það var byggt. Ég reikna ekki með því að það eru byggðar svona öryrkjablokkir aftur. En við eigum ekkert sambarlegt svona átak í húsnæðismálum öryrkja síðan þá eiginlega. Nei. Það svo langt síðan. Þannig að símun fara fram á eitthvað slíkt, eitthvað stórátak. Já, eins og ég segi, sko, að við eigum eftir að koma okkur saman það hverjir verðu áherslunar og eftir þingið þá getum við sagt það þannig að eftir nokkra miðstjórnarfundi þegar menn eru búin að tala sér saman. Ef að þú næði kjörið þá verður þú ferði í þjóðhagsráð og ert þar að ræða við stjórnvöld
Hvernig líst þér á heldur að ríkisstjórnin geti orðið samherjiðinn í því að reisa við velferðarkerfinu á Íslandi? Sko, það bara hlutur sem við eftir að taka umræðu sko. Að ég horfi til þess að við þurfum með einhverjum hætti að ná saman við ríkisstjórnina því að við verðum bara sætt okkur við það að það bara töluvert mikið sem að ríkisstjórnin ræður afkomu einstaklingsins. Og á stundum þá veltum að fyrir sér alþýðusambandi þarf að fara að semja við ríkisstjórnina fulltrú hverra þessi ríkisstjórn náttúrulega. Það mjög oft sem að velti því fyrir sér að við ættum að vera samherjar og þá þurfum við bara að skoða það hvort að þeir séu á sömu vegferð og við. Já. En það ekki þannig, Finnbjörn, á Íslandi og ekki bara í okkar heimsluta að stjórnvöld eru ofta að þjóna hagsmunum hinn allra auðugustu og það hlutverk verkalýðshreyfingarinnar bæði í kjarasamningum og í kröfum hendur ríkisvaldinu að bera fram kröfur almennings. Já, og það það sem að ég segja að alþýðusambandi hafi sem hlutverk í komandi kjarasamningum. Það gangvægt ríkisvaldinu. Já, og það sé jafnvel mikilvægri hlutur samningana heldur en það sem að fer í samningaborðinu við Samtök atvinnulífsins. Sko, við sjáum bara til dæmis síðustu kjarasamninga að við erum að telja okkur gera mjög hófsama kjarasamninga sem eiga að lækka verðbólgu. Og það svona, ég segi ekki að þessu spurt inn í Seðlabanka hvort að við sem eitthvað farin að rauka bátnum en enga síður að það kom svona velvilji það að þetta gengi eftir. Og við erum allar búin að skrifa undir að þá eru vextir hækkaðir og með þessari einu ákvörðun Seðlabankans að þá nánast ávinningurinn tekin af almenningi. Þannig að sko þetta bara gengur ekkit upp að við getum haft svona aðila sem að bara með einhver membra það hvað kaupmátturinn má vera hverju sinni. Einhver embættismenn út í bæ? Embættismenn út í bæ og þá náttúrulega tilgangur kjarasamninga orðin ansi þunnur ef að þetta og halda áfram svona. Þannig að það svo margt sem við höfum eftir að tala við ríkisstjórnina. Já. Eitt af því að þú nefnir þetta þegar þið voru að gera samninga í nóvember og þið nefnir inn í desember að þá voru efnashorfur náttúrulega allt aðrar heldur þar eru í dag. Að þá held ég að menn hafi verið að reikna með hvort það var ekki bara ennþá á borðinu 5,6% verðbólga þessu ári. Já. Ég held að þessi engi spáin undir 8,5, ég held að þessi bjartsnættarspáin, það eru 3% farin þar. Já. Þá var verið vonir að halda að vextir yrðu, ég man ekki hvað þið voru þarna, voru þeir ekki bara undir 6, 5,75 eða eitthvað. Já. En núna verið að tala að þið fara upp í 8,75. Já. Og það bara fyrir þá sem að borga þessa vexti, þetta bara, þannig að eða forsetunar sem að þið semjið bara fyrir nokkrum mánuðum að þær eru brostnar en framundan eru margir mánuðir þar sem að kaupmáttur mun bara minka engar kjara bætur á leiðinni. Ólíklegt að ríkisstjórnin komi fram á miðju sumri eins og hún gerði í fyrra með því að hækka húsaleigubætur eða húsnæðisbætur og ýmislegt sem hún gerði mitt sumar. Þannig að það getur verið að lægst launaða fólkið inn í alþýðusambandinu eigi eftir að eiga svolítið erfiða tíma á næstu vikum og mánuðum. Já, það bara mjög líklegt að svo verði ef að framfer sem horfi og þetta alveg rétt hjá þér að forsendurnar sem við erum að skrifa undir kjarasamninga þær eru bara löngu brostnar og það bara hlutur sem að við verðum að taka upp líka við ríkisstjórnina vegna þess að við, okkar markmið var í rauninni bara að viðhalda kaupmætti. Við vorum svo hóvær, ef við getum sagt sem svo, það átti kannski örlítið að aukast í kaupmátt. Og svo hitt að við verðum náttúrulega líka að fara að skoða þetta velferðarkerfi peningamarkaðarins að þetta orðin svo fáir aðilar sem að standa undir þessu kerfi. Að þetta launafólk sem alltaf með allt sitt í vindinum og svo eru bara stór hluti af samfélaginu búin að koma sér þannig fyrir að þeir eru ónæmir fyrir verðbólgu. Sumir eru með bara verðtryggingu og aðrir eru bara í erlendri mynt og þurfa ekkert að taka þátt í þessari verðbólgu
ógn sem ríkir hérna á Íslandi. Já, eða lækningunni við henni. Vaxtahækkanir Seðlabankans hafi ekki áhrif á, Nei, ekki. á stór útgerðarfyrirtæki sem öll sín lán í evrum eða erlendi mynd. Já. Þetta náttúrulega bara hlutu, við þurfum að taka þetta alveg heildstætt upp. En til að ná þessu, Finnbjörn, þá þarftu að hafa alþjóðsambandið svolítið sterkt á bakvið. Já. Og það hefur líklega aldrei verið frá því að þú komst inn í verkefnishreyfinguna verið sundarara. Ég ætla ekki að meita það, hvort það hefur verið sundarara eða ekki, en það er bara ekki alveg í lagi í augnablikinu og við erum að reyna að berja í brestina. En hvernig stendur á þessu að akkurat þegar, held ég, ef ég myndi tala við hvert ykkar í einu, að þá verður öll sammála að líklega eru svona meiri svona úrslita stund framundan í kjarasamningum heldur oft áður. Það eru ótrúlega mikilvægir samningar og undir venjulegum kringumstæðum myndum að reikna með að það myndi sameina fólkið í en einhverju leitað þá sundrast hópurinn. Kanntu að skýra það? Nei, ég kann það ekki. En það er verkefnið, það er að reyna að komast að því hvort að við getum orðið sammála þessi verkefni framundan. Er það þannig, bara í lokin, er það þannig að til þess að ná árangri í viðræðum við ríkisvaldið að þá verður alþjóðsambandið að vera saminað? Já, oft er það náttúrulega þannig að það er ekkert betra að halda hóp sama sem er sundurlaus og það endar með því að þú gerir bara ferð eins og sá sem að vil ganga skemmst. Það verður lægsti samnefnari sem að verður niðurstaðan sem að fólk setti sig við í baráttunni. Stundum getur orðið þannig. En er það þannig að til þess að ná árangri í samningu ríkisvaldið að þá verði alþjóðsambandið að vera saminað og sterkt? Ef þú setur þau bara í spór ríkisvaldsins að hvað hræðist það mest? Það hræðist samstöðuna. Og ef við ætlum að fara í einhver átök eða ef við þurfum að fara í átök þá er það náttúrulega sko heildin sem er sterkust. Ég gerir mér alveg grein fyrir því að einstakir hópar munu ná einhverju fram af því sem að alþýðusambandi gæti gert. En það mun aldrei ná sko því sem að alþýðusambandi mun ná sem sameina afl. Saminað afl og tilbúið til einhverja átaka, það er líka ekki. Það er ekki nóg að vera saminuð að koma með deigar kröfur. Nei, enda sko við erum ekki að fara að saminast einhverja deigar kröfur, en við erum heldur ekki að fara að saminast það að við ætlum sko fyrirfram í einhver átök, en það er alltaf neyðarbrauðið og ef við náum ekki niðurstöðu, þá náttúrulega eru átök ekkert annað. Og þið náðu aldrei góður í niðurstöðu nema þessi tilbúin í átök. Já. Það er svolítið lögmál í þessu, ekki? Já. Herðu, koma saminuð gagnvart ríkisvaldinu, þurfið þá ekki að hafa BSRB og félaga með ykkur? Ég ger alveg ráð fyrir því að við þurfum að spjalla við þau og það væri best ef við næðum saman með þeim og vegna þess að þetta horfið náttúrulega alveg sama gagnvart þeirra félagsmönnum eins og okkar. Herðu, hvernig stendur á því að verðt í frambúðu? Ringdi ykkur í því og hvað er til þess? Já, verði ég ekki að svara þessu hefðbundna að það var haft samband við mig og menn óskuðu eftir því að ég bæri fram. Fannst þetta snjöll hugmynd leiðu heyrður hana eða þurftur að ganga aðeins nokkra daga með að venja þessu? Já, ég þurfti að hafa töluvert fyrir því og menn þurfti að hafa töluvert fyrir það ít á mig. Þú varst á leiðinu út? Já, og ég bara segja alveg einlægni sko, þetta var ekki leiðin sem ég ætlaði mér að fara sko. En ef það er hægt að nota mig og ég get nýst eitthvað að þá er ég tilbúin í það. Ég er búin að taka þá ákvörðun og þegar maður tekur ákvörðun þá stendur maður með henni og ég bara fer á fullu í þetta. Já, ef að félagarnir kjósa þig. En þegar þú varst hættur sem formaður saminnar? Ég hætti sem formaður saminnar fyrir 10 ára síðan sko, en sem formaður bygginnar hætti ég núna 30. mars. 30. Og þú varst að bara ganga frá ýmsum lausum endum og sást fyrir þeirra að fara í sumafrí og kannski bara vinna sáralítið eftir það? Orðin bara eftirlauna maður? Í eðli mínu er ég þannig að ég á voðalega erfitt með sko að liggja kjur eða setja kjur. Þannig að ég var búin að hlaða á mig verkefnum núna í sumar og sumdaginn þarf ég að gera og annar reyni ég að komast undan ef að verður. Ég sá að þegar við löpum inn að þú ert við góða heilsu? Já, með hestaheilsu. Þannig að það er ekkert vandamál. Herðu Finnbjörn, gott að fá þig hingað til þess að tala verkefnismál og þessi tímamót sem að þing alþjóðsambandsins verður. Já, ég bara skora á alla sem á þingi mæta að snúa bökum saman og við komum saminuð út úr þessu þingi. Já.
Herðu, gangið vel með það. Já, takk. Herðu, og við snúum okkur að næsta máli hér eftir augnablik. Er rétt að greiða lágmarkslaun fyrir hámarksábyrgð? Til að manna mikilvægustu störfin þarf mannsæmandi laun. Efling, stéttarfélag. Samstöðin er á öllum hlaðvarpsveitum. Rauðaborðið, Sanna Reykjavík, Samtal á sunnudegi og helgispjall. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir alla þá sem vilja berjast fyrir réttlátu húsnæðiskerfi. Leigjendasamtökin.is. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Þú getur átt samstöðina á samt öðrum félögum í Alþýðufélaginu. Þú getur gengið í Alþýðufélagið á samstöðin.is. Þar er hnappur sem segir skráning. Já, Súdan er í upplausn og það eru átök sem að leysa landið upp og gætu haft áhrif langt út fyrir landamærin. Við náum ekki samband við Súdan en við ætlum að heyra í Helen Ólafsdóttur sem er í Mogadishu í Sómalíu en hún þekkir til í Súdan. Komdu blessuð, Helen. Sæll og blessaður. Herðu, kanntu að lýsa fyrir mér ástandinu í Súdan í dag? Já, ég á vinkonu sem er hérna í borginni og ég veit nú ekki alveg hvernig hún komst inn á internetið en það er greinilega einhverjir með samband en það er rafmagnslaust að mestu leyti, fólk er að renna út á burðum, það er vatnsleysi víða, það er barist hreinlega bara á götum úti og það eru í mörgum hverfum og þetta ástandi er bara algjörlega óútreiknanlegt og fólk er bara skítrætt og þetta er náttúrulega bara, þetta er með ólíkindum, þetta sé að eiga sér stað í dag, hreinlega, en þetta er bara ömurlegt og húsið hennar hefur orðið fyrir skemmdum, þannig að fjölskyldan varð að drífa sig út úr húsinu og er komið til nágranna, en það þorir enginn að fara út, þetta er bara stríðsástand. Hvað er þetta? Hvert er ástandið? Er þetta eitthvað sem þetta kallar borgarastyrjöld? Er þetta átök milli stríðsherra? Hvað snúast átökin? Já, þetta eru átök milli tveggja stríðsherra sem að geta ekki komið sér saman valdaskiptinguna. Þeir hafa báðir áhyggjur af því að ef þeir gefa eftir völd til hins aðilans að þá muni hann nýta sér það á þann veg að útrýma andstæðingnum. Þetta á sér töluverða sögu reyndar. Ég ætla nú ekki að fara yfir sögu Súdan því hún er alveg stórbrotin en sko... Helen, þú ættir ekki að gera það, hún er ekki svo löng eða? Nei, ég menna þetta er 1956 sem að landi fær sjálfstæði og átökin byrja upphaflega því að Bretar gefa völdin til Arabana sem að eru í norðurhluta landsins og það voru fljótlega átök sem að blossuðu upp náttúrulega í Suður-Súdan eins og margir þekka og eins við Darfur, það sem er annað þjóðerni og En sko saga Súdans þar fyrir utan þessi stríð við Suður-Súdan, hún einkennist af stöðugu valdaráni. Það eru bara, þú veist, einhver nýju valdarán sem eru búin að eiga sér stað og það er eins og þeir kunni hreinlega ekki að sko, það verði engin valdaskipti nema með valdaráni. Það er svona tvisvarsinnum sem hefur verið gerð einhver tilraun til þess að innleiða eitthvað lýðræði í landinu en það hefur bara aldrei gengið upp. Herinn hefur alltaf stigið inn og tekið völdin. Og eins og ég segi, þetta er ár eftir árin, en svo er það sem sagt 1989 sem að hinn frægi Omar Bashir, sem að flestir þekkja kannski af því að hann var leiddur, hann var honum var steypt á stóli 2019, en hann var sá sem að var kannski þekktastur fyrir það að hann var eftirlýstur af stríðsglæpadómstóli alþjóðastríðsglæpadómstólnum og fyrir það sem hann gerði í Darfur og þá komum við að þessum ágætu mönnum þarna sem eru núna þessi menn sem við erum að tala um í dag en þetta er annars vegar ertu með það sem við köllum súdanska herinn, SAF svo ertu með annað outfit sem er svolítið interessant en það var eiginlega Omar Bashir sem stofnar það outfit til þess að berjast fyrir sig í Darfur og sem að núna kallar sig Rapid Support Forces, RSF og þar er frekar,
hann heitir Dagalo, eða fer undir nafnið Dagalo meðal annars. Hann hefur síðustu árin verið að komist yfir gullnámur og hann hefur verið íjar við það að hafa fengið frá rúsum aðstoð í gegnum Líbíu með vopn og annað. Og hann búinn að vera að byggja veldi sitt, en þegar Ómar, þetta svo eins og oft gerist í þessum löndum, að þegar þú tekur eins og með Gaddafi, þegar þú tekur þennan sterka mann út, að þá byrja hinir að berjast völdin. Við 2019 var ég í landinu þegar að Bashir var lýst yfir neyðarúrræði vegna þess að það var ljóst að það var tilraun til valdaráns og að hann rétt það voru nokkri dagar sem hann hékk þarna inni, en það sem að gerist það að það efnahagsástandið í Súdan var orðið gríðarlega slæmt. Og þetta ber sömu einkennin og í kringum held ég að verið 1969. Það gerðist mjög svipað að fólki fór út á götuna og svona Arab Spring stemming, fólk fór út á götuna, fór að mótmæla gegn því að efnahagsástandið í rúst og Súdan var mjög búið að vera undir viðskiptabanni mjög lengi út af Omar al-Bashir frá alþjóða samfélaginu. Þannig að þetta var mjög illa statt og þá nýta þessir menn sér þetta og steypa Omar af stóli og raunverulega báðir eru svona í því en svo skvettist upp á milli vinskapsins. Fyrstu mánuðina eftir að Omar Bashir steypt af stóli voru við mjög jákvæð og það var mikil von að það væri hægt að koma að því að það voru mjög áberandi almenni borgarar í þeirri andspyrnu. Svo gerist það reynda mjög fljótt að honeymoon ended og það ráðist á fólk þar sem það var þá að mótmæla því að þeir fannst herinn vera að ganga of langt, fannst það ekki vera að fá þetta space til þess að fara í samstöpustjórn. Það var það voru 200 mann sem voru drepin í mótmælum af þessum stríðsherrum til þess að halda þessu fólki niðri þegar það var ekki ánægt með það að herinn var að taka því sem mikil völd og það samið samstöpustjórn. Þannig að 2020 þá Sameinuðu þjóðirnar og meðal annars var ég að vinna að verkefni að reyna að bakka upp þessi bara þessa almennu borgara sem voru komnir inn í samstöpustjórn með þessum háherrum og þá var ennþá von það að það tækist að koma þessu í einhvern farveg. En í rauninni það þetta vantraust á milli þess að tekja aðila. Yfirmanns Sudanese Force, súdanska hersins og Dagalo sem fyrir þessu RSF átfiti að það er þeir sem eiga í átökum sín á milli og það ótrúlegt að bara þegar Sameinuðu þjóðirnar megnið af fólkinu þar, þetta það sem kallað family duty station, þar sem að fólk mátti vera með fjölskyldur sína því þetta var talið vera bara nokkuð svona friðsælt og það var í gær Sameinuðu þjóðirnar viðurkenndu það þeim brást aldeilis þarna að bara gagnvart fólki sem að vinna þarna með börnin sín, unga börn og börn í skólum og þannig að það var bara held ég yfir 1000 mann sem að fór bara landleiðina 650 kilometra til Port Sudan lögðu að stað á sunnudeginum og voru komin, sunnudagsmorgun voru komin á mánudags eftirmiddag og þar voru vélar sem að tóku við fjölskyldum eða börnum, búnum og verið að selfleiti fólki út en Sameinuðu þjóðirnar búin að koma sér fyrir í austurhluta landsins í Port Sudan. Mér skilst að séu einhverjir ennþá inni í borginni bara svona einhverjir security og en langflestir diplomatar farnir út en það sem manni finnst náttúrulega fer fyrir hjarta á manni það að kollega manns sem eru frá Súdan sem vinna með okkur að þeir sitja eftir heima hjá sér með enga hjálp, engin veit hvernig þetta endar. Það ekki hægt það engin tilbúin til að blanda sér í þessi átök. Þannig að eina sem hægt að reyna að gera eru diplomatísku leiðarnar. Og ég vola hrædd að það ekki hægt nema með aðkomu Rússa. Ég held bara í ljósi þess hvað að gerast að þá ég veit að Tyrkir eru líka búinir að vera að beita sér, það náttúrulega Bandaríkin ásamt vestrænu ríkjum sem eru búin að vera að beita sér, Sameinuðu Arabafurstadæmin. Og Egyptaland að sjálfsögðu, jú, alveg og mjög náttúrulega stekkböndurnar á milli, þetta náttúrulega við landamærin, þeir eru skítrættir
og fullt af fólki náttúrulega streymir yfir landamærin til Egyptalands. En ég held að þetta er svo óþægilegt vegna þess að þetta getur farið á báða vegu. Það veit enginn. Þú getur sko bara, kartum getur verið lögð í rúst og það er enginn sem getur í rauninni gert neitt við því. Og það, menn eru bara seinir til eða ætla að fara að höggva á, þú veist, sanctions og það var einmitt mjög gagnrýnt að það hefði ekki verið sett viðskiptabann á þessa yfirmann hersins sem var þá yfir þessari samsteypustjórn í rauninni og að það hefði ekki verið gætt meira að því að halda aftur af þessum Dagalo sem að eins og ég segi búin að vera efla veldi sitt með því að taka yfir gullnámanum í Darfur og nota bene sko frægur fyrir alveg skelfilega hluti í Darfur undir hans stjórn. Hann var notaður í Janjaweed sem sagt gegn þessum að berja niður uppreisna hópana í Darfur á sínum tíma, stofnað 2013, hann nú ekki lengra síðan. Já. Og Dagalo, hann yfir þessum svona aukadeild hersins en hinum megin er Abdel Fattah al-Burhan, eða ekki, sem yfirmaður hins formlega hers og jafnframt eiginlega eins konar forseti Súdan á þess að beint að vera eða hvað. Já, í rauninni sko og hann líka yfir þessu sem að menn kalla djúnta sem svona þetta hvað maður kalla hvað djúnta á íslensku, þetta svona herráð eða svona council, þú veist og hann yfir því. Herforingjaráðið. Og herforingjaráðið, já, ég meina. En hann náttúrulega ekkert síður það sem hann hefur verið að berja aftur og brjóta niður almenna borgara í andstöðu sinni við hversu mikil völd þessi hefur tekið sér. Eins og ég segi, þeir bara afsöluðu í leið og þeir fóru af þessum vegi þessum að var og að koma samkomulega að það þessi samsteypustjórn sem myndi leiða til kosninga. Og þá fólk frekar reitt yfir því að alþjóðasamfélagið hafi verið svona seint að taka við sér og þetta eins og ég segi Sameinuðu þjóðirnar fengu, ég meina það var svona town hall, þú veist, þar sem að yfirmenn Sameinuðu þjóðanna voru að tala við sitt fólk og fólk var mjög reitt að það hefði ekki verið varað betur við því vegna þess að það var ljóst og það kannski sýnir líka að Ameríka, Bandaríkjamenn og Sameinuðu þjóðirnar héldu að þeir væru að ná samningum fyrir helgi, svo bara fór sem fór. Og ekkert helst, það búið að reyna eins og ég segi, það var sett á vopnahlé í gær, það var sett á vopnahlé á laugardaginn fyrir Eid sem náttúrulega hátíð múslima og það kemur ekkert, þú stýrir ekkert þessum mönnum, það er bara urban warfare. Já, það er endin á Ramadan eða ekki núna? Jú, það er sér búið, það er svona þeirra stórhátíð var að klárast í gær formlega. En þetta fólk náttúrulega, eins og ég segi sko, það er bara, ég náttúrulega, sko, eins og borgin þá ertu með flugvöllin alveg inn í hjarta borgarnar, sem að manni þótti náttúrulega mjög þægilegt því þú ert bara 10 mínútur ótilinn. Og síðan sko í kringum, sem sagt, flugvöllin mikið af mjög dýrum íbúðum og svona hverfum þar sem margir starfsmenn Sameinuðu þjóðanna bjuggu. Ef þú síðan ferð aðeins lengra frá flugvellinum í áttina miðbænum, þar bara stórar byggingar þar sem herinn með sínar aðsetur og skammt frá þar Fóstafjörðin og Níl, áin Níl liggur þarna og þar þessi fíni miðbær. Þetta engar vegalengdir, þetta allt þarna og þarna verið að berjast, þetta óhugsandi, þetta bara eins og væri komið allt í stál skilur í Grjótagötunni og þú veist upp Bankastræti. Þetta svo súrrealíst að hugsa til þess og sem sagt húsnæði Sameinuðu þjóðanna þarna við ána Níl og það var mjög fljótlega sem sagt var ráðist inn í það og það náttúrulega skal taka fram að það þegar svona gerist þessi upplausn hvort sem það það er náttúrulega að mestu leyti þetta náttúrulega hermenn en það öllu stólisteini létta. Það allstað brotist inn og það allstað farið inn og já. Og en ef maður reynir að skilja þetta þá þetta ekki tengt stjettum, þetta ekki tengt ólíkum þjóðabrotum, þetta ekki tengt ólíkri trú, þetta ekki átök sem eiga sér einhverja svona djúpa rætur í samsetningu þjóðarinnar, heldur þetta fyrst og fremst bara 2 hópar vopnara manna sem að berjast það hvor getur rænt Súdan meira? Já, í rauninni og það þetta vantraust þeirra á milli
sem ekkert ósvipað maður upplifir í Suður-Súdan á milli tveggja aðila þar sem er grundvallar ástæðan fyrir því að Suður-Súdan hefur ekki náð saman. Þegar að aðalmaðurinn þar dó í flugslysi þá myndaðist svona ákveðið tómarúm og eins og ég segi, það sem þessir menn, þó báðir séu að reyna að komast þarna til valda, að þá líka snýst þetta eins og ég myndist á fyrst. Það svo mikið vantraust að þeir trúa því í alvörunni að ef þeir gefa eftir einhver smáræði, þá þetta bara búið það. Það bara zero sum game í þeirra hugarheim. Og svo í svona sérstaklega þegar þú ert að díla við svona stríðsherra sem eru búin að vera í aktífri konflikt, í aktífu stríði við uppreisnarhópa og það þetta mentalitet hjá þessum mönnum sem verður svolítið brengla náttúrulega. Og sérstaklega þessi Dagalo sem búin að vera mjög aktífur í Darfur. Þetta óhugnanleg staða því að það svo erfitt að koma, þetta eins og í Suður-Súdan, þetta svo erfitt að koma höndum yfir hvað ætlar að hóta þeim? Þú farið ekki að fá vísa til Ameríku, ok, fæn. Ég ætla að loka svissneska bankareikningunum, það allt í lagi. Svona lönd, svona gæjar, þeir operate alveg undir slíkri pressu. Og eins og staðan núna, þá ekki sýnileg nein lausn á því að hvorum sig telur eina lausnin vera fullnað sig úr sín megin og þá mun líklega fyrst Khartoum og síðan kannski landið allt bara loga í átökum. Já, en svo náttúrulega þetta mestmegnis þar sem að átökin hafa brotist út í höfbrukunni og reyndar aðeins í Darfur og einhvern stað sem verður svona mest. En það ekki eins og allt landið séu upplaust en sem komið og en sko þú veist að bara það að leggja náttúrulega Khartoum í rúst náttúrulega bara þarna búa milljónir manna og bara öryggisleysið, það all sjúkrahús, það allt hrunið. Heilbrigðiskerfi hrundi bara á degi 2. Men þess að við erum að tala líka bara borg sem að það þurfti rosalega lítið til. Það voru allir komnir á ystu nöf, hvað var það bara fjárhagslega. Og þú veist það sem var mikill skortur á öllum hlutum. Þó að hlutirnir hafi svona funkað, skilur. Að desperasjónin hjá fólki sem bara lokað inn í húsunum sínum, það eiginlega bara ekki þetta vísa í og eins og ég segi, bara hardcore stríð bara og vera bombardera heilu innan íbúakörfi. Já. Mikil eyðilegging búin að vera og bara það eru 10 dagar síðan þetta byrjaði, þetta ekki lengra. Þetta ekki lengra, en eins og ég segi, ég svona búin að líka vera aðeins að fylgjast með fréttum og bara spyrja það fólk sem ég þekki sem að koma þarna út. Fyrsta lagi bjóst fólk ekki við þessu, í öðru lagi þá getur það engan veginn spáð fyrir hvernig þetta endar og þegar að, eins og ég segi, þessi tilraunir til vopnalýðs að renna út í sandinn, ég veit ekki það getur vel verið eins og ég segi, það svona Rússar, Tyrkir kannski með Bandaríkjunum, en náttúrulega ástandið milli Bandaríkjanna og Rússlands og bara Vesturland og Rússlands allt lamað í öryggisráðinu út af því. Það gerir þetta náttúrulega óskaplega erfitt, þannig að ef það væri ekki, þá væri kannski hægt að í það minnsta koma með ályktun í öryggisráðinu strax að stoppa þetta með einhverjum þú veist, diplomatíksleiðum, en það er ástandið í öryggisráðinu eins og margir vita kannski að Rússar eru sem sagt núna að leiða öryggisráðið og allir mjög ósáttið við það og bara rifildi það held ég bara síðast í gæri að fyrir þetta að þá er það mjög erfitt þegar alþjóðas samfélagi svona klofið og svo eru náttúrulega þessi alls konar sögusagnir það að þetta Wagner Group sé involverað. Það er maður les þetta bara en það er allt hægt vegna þess að vopnaleiðin, ég náttúrulega vinn svolítið á þessu svæði frá Suður-Súdan og alveg upp til Líbíu og vopnin þau fljóta þarna inn frá Jemen og inn til Súdan en það er líka sagt að þau sé að koma frá, ég er benda alveg eins og ég sé með kort en ég eins og þetta sé að koma frá Líbíu þar sem við erum að nota vopn sem er að koma frá Sýrlandi, nú þarf ekki lengur að nota þau það til og það er verið að flytja þau yfir til Líbíu þó að Haftar sem er yfir Líbíu, stórum hluta Líbíu neiti að vera involverður inn í það og það hefur verið sagt að Wagner Group sé involverður. Þeir enda séast ekki að vera í landinu síðast 2 ár en þekkjandi Wagner Group þeir eru hann allt í kring þannig að það eru mjög athyglisverðar sögusagnir en
bara vitandi hvað þetta rosalega, þú veist, volatile þetta bara þetta svæði að með Súdan, Suður-Súdan og bara hvaða mikið af landsvæði þarna sem engin í rauninni lögregla, þannig að nú það bara vopn sem bara flæða þarna upp og niður eins og í þessum tölu orðum til þess að halda þessu stríði gangandi. Stóra spurningin þá einmitt þessi og það held ég nú það sem diplomatnir hljóta verið fókusar á hvar eru sem sagt leiðir, hvar eru vopnin að koma, hvernig þetta stóra þeim. Kannski það eina leiðin til þess að raunverulega það eins og með Sri Lanka, eina leiðin til að binda enda á stríði á Sri Lanka var að kvetta á sem sagt vopna access tígrana, það var eina leiðin. En það kannski þá eitthvað sem verður núna að horfa að vera að loka á skipaferðir frá Jemen og yfir og eins flutningarna frá Líbíu og niður. Og það ekki sýnilegt að það sé að fara að gerast núna, þannig að öllu líkjöndum munum við að vera að horfa á átök þarna vikum og mánuðum saman. Það eru til lönd þar sem svona átök hafa verið árum saman og raunverulega bara haldið löndum niður á einhverju förðulugu stíi þar sem að hinn vopnaði, sá sem með mest vopnin, hann ræður mestu. Já, ég meina, í Sómalíu eru náttúrulega mörg átakasvæðir bara í gangi núna, þó að sé ekki í höfuðborginni, þó að reglulega sprengingar hér endar, en það eru átök hér og það eins og fólk það bara svona ákveðið að setja þessi gangi að það séu þessi stöðugu átök. Það eru stöðugu átök á vissum stöðum í Suður-Súdan og svo Suður-Súdan og svo náttúrulega Eþíópía, þar eru átök líka, þannig að hornið eins og við köllum með Afríku, Austur-Afríka lítur ekki droslega vel út í dag. Eina stöðuga ríkið er þá, virkilega stöðuga ríkið er þá kannski Egyptaland sem svona einræðisherra, kosin einræðisherra. En ég meina það allir náttúrulega frekar nervus bara hvað þetta hefur að segja fyrir álfuna og þennan hluta Afríku. Skelfilegt fyrir bara allt svæðið. Herru, Helen, takk fyrir að gefa okkur aðeins innsýn inn í átökjunni í Súdan. Ekkert mál, við bara vonum það besta. Hugsa til fólksins sem þarna bara. Við gerum það. Og við skiptum yfir í næsta mál eftir augnablik. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Þú getur átt samstöðina ásamt öðrum félögum í Alþýðufélaginu. Þú getur gengið í Alþýðufélagið á samstöðin.is, þar hnappur sem segir skráning. Já, Geðhjálp stendur fyrir ráðstefnu núna í lok vikunar á 5. og 1. sem heitir Social Change. Þar eru vinnuhópar á 5. deginum og svo stór ráðstefna á 1. deginum, þar sem að áhrifafólk í, ég veit ekki hvað þetta að kalla það, handófshreyfingu gegn geðlæningum. Elín Ebba Ásmundsdóttir, varaformaður Geðhjálpar, má orða það þannig að þetta svona Þetta svolítið hættulegt að segja þetta svona handófshópur. Þá fer fólk í vörn því að við þurfum náttúrulega samtal og samræður og kannski viljum við taka þennan pólinn til þess að fólki sér grein fyrir að það eru mjög skipta skoðanir þessi mál, en það ekki þar með sagt að við séum að henda út því sem fyrir er. En það hafa verið háar gagnrýnisraddir að bara það sem til dæmis geðlæknisfræðin hefur staðið á og þeirra rannsóknir og þeirra sjúkdómsgreiningar sé ekki kannski eins klift og skorið eins og við höldum, að þarna eru menn sem hafa verið að skoða ákveðin háttrannsóknir gerðar, hvað eru niðurstöðnar, hefur árangurinn orðið eins og okkur hefur langað til að svona, og okkar markmiði í Geðhjálp bara að stefna að svona að það veri fjölbreyttari val fyrir fólk, af því að ég man þegar ég var að rannsaka, tók viðtöl við fólk sem hafði náð bata, það var alveg helmingurinn sem var mjög ánægð með þjónustuna og hafði farið eftir öllu því sem var sagt og vildi ekkert annað, en hinn helmingurinn hafði náð bata þrátt fyrir kerfið og ekki farið eftir því sem var sagt. Og þá var ég að velja, ætla ég að taka afstöð með þeim sem eru ánægðir eða á ég að taka afstöð með þeim sem ekki fá neina hjálp, og ég ákvað að taka afstöð með þeim því að þeim sem að vanabundnu lækningar duga ekki. Já, og ég ákvað það mjög snemma að ég myndi taka
þá afstöðu vegna þess að ég var búin að sjá að það var svo margir sem ekki fengu úrbætur á þeirra vandamálum og líka ég sá hvernig umhverf oft fólk kom og það var aldrei verið að takast á við það var meira verið að greina einkenni og sjúkdóma og meðhendla þá í staðan fyrir að skoða bara rætuna, hvaðan kemur fólk, hvað hefur komið fyrir það, hefur einhvern veginn unnið því eins og í barnæsku vanrækslu eða búa við átök og fátækt, hafa ekki sömu möguleikar, aðrir lendi einelti, allt þetta hefur áhrif á mann sko. Þannig kemur fólk sem hefur reynslu af því að, hvað getur við sagt, berjast til bata án þess að taka lyf. Já, sko það sem svo áhugavert í þessari grein, að því þú sér nú ekki krabbameinssjúka rísa upp og vilja stjórna því hvernig meðferðin en í þessum hópi hafa verið samtök út allan heim sem vilja eitthvað annað heldur en læknisfræðilega nálgununa, sem vilja aðra nálgun og það oft sem tengist bara sko nærveru, tengslum, læra saman, þetta er bara þetta manneskulega og það aldrei sorglegt ef við hefum mist það einhvern veginn úr í öllu þessu greiningakerfa því ég held ekki það hefur verið markmiði hjá, ég held að eftir hópa Meinar að sjúklingandi finna sér valdalausa og áhrifalausa inn í þessu kerfi sem eru smíðað? Já og þeir séu á einhvern hátt göllu sem þurfum við viðgerða við en ekki að þessu afleiðingar eins og að þetta heitir þörf fyrir samfélagsbreytingar ekki það þurfi einhvern veginn við í þessum vestræna heimi þú sjáum alveg bara hvernig fólk líður ekkit nóga vel og sumir sjá ekki framtíð sumir sjá ekki þeir hafa möguleika og auðvitað hefur þetta áhrif á geðið og hvernig okkur líður og ef við heldum að við séum einhver svona broken brain eins og við kallaðum það heilin okkar eins og okkur var kent þetta var eitthvað efna ójafvægi heila þetta var bara tilgáta sem stóðst engan veginn en þetta var okkur selt í og ennþá verið að selja held ég Þetta er forsenda fyrir megnunu af lyfjónum sem eru gefin við til dæmis þunglindu og slíku er að það sé ykkur röskun í bóðarna búskapi heilas En margir að fá samt, fólk verður mjög viðkvæmt þeir sem að fá úrlausna sínum vandamálum og hafa fengið rétt lyf, þeir fara rosalega vörð. Þannig að þess vegna má maður ekki segja ein leið sé rétta leiðin. Það eru marga leiðir en við þurfum að gefa þeim öllum tækifæri. En svo á við þú nefndir krabbaminn, það eru sumir sem að dugar ekki lyfjameðferðin. Nei og það þarf að gera svo margt annað. Þá er bara reynt eitthvað annað. Og það er náttúrulega lítur að vera þannig með geðraskanir að hjá sumum dugar ekki lyfjameðferðin og þá verður að reyna eitthvað annað. Nei, ég bara tek sem dæmi úr því við erum að tala krabbamein eins og bara ljósið. Já. Þar sko verið að vinna með fólki þar sem eru samskipt og tengsl og fólk að takast á við hluti sem eru skemmtilegir og samveran og þetta skiptir svo miklu máli. Það er ekki að bara taka einstaklingin út og ætla að gera við hann og svo setja hann aftur inn í kannski eitthvað umhverfi sem ekki Þið eru með þannig til dæmis Magnús Hald sem rekur deild í Tromsö, ef ég maður rétt. Já. Ég held ég að veit þetta fyrir mörgum árum. Það sem eru meðferð en engin lyf. Já sko, þetta kom þannig til að í Nóri eru svona fullt af notendahópum eins og geðhjálp, svona hagsmunahópum. Og þau hafa síðustu bara áratugina verið að berjast fyrir svona valmöguleika eins og við geðhjálp. Og eitt af því að þeir vildu koma á að það væri meira val að því sumir á móti lyfjum og finnst lyfjum ekki hafa góð áhrif á þessu og sérstaklega þeir sem hafa verið sko lyfjanauðungur sem hafa fengið lyf án þess að þeir hafi samþykta. Það er bara áfall út af fyrir sig sem fólk oft mörg ára að vinna úr. Að venjulegast á þessum deildum í Nóri þá kannski höfðu 1-2 rúm sem þau kölluði lyfjalaust rúm en þeir í Tromsö þeir fóru alla leið og bara sett upp heila deild og við nefnilega fórum að heimsóttum þessa deild í Tromsö fyrir ári síðan og það voru 3 eða 4 geðlækna með okkur í för, hjúkrunarfræðingar og sálfræðingar og svona og nokkur frá geðhjálp, þannig að þarna fengum við að sjá þetta með eigin augum, þetta væri hægt og við Nanna sem núna yfir geðdeildinu, við fengum að vera með á svona fundi þar sem við vorum að ræða saman og það var mjög athyglisvert að heyra fólk sem hefur kannski heyrt raddir eða séð eitthvað sem við hinn sjáum ekki, tala það hvað það hefði verið frelsandi að einhver tækja móti þér og tæki ekki raddirna sem sjúkdóm, heldur hluta þínum persónleika, lærði hvenar raddirnar yrðu verri eða betri eða hvernig sem var og þetta var svona eitthvað, þau losniðu við skömmina, af því áður fyrir það var einhver skömm að vera svona,
en þarna var þetta kannski bara þú ert öðruvísi og þú bregst öðruvísi við áreiti en þú getur fundið leiður út úr þessu og það er hægt að finna leiðir og þarna er starfsfólk sem er þjálfað til þess að aðstofa þennan hátt og þarna voru til dæmis fólk með reynslu svo kallin notanda starfsmenn voru þarna hluti af starfsfólkinu sem hafði farið í gegnum þetta og var svona boðberi vonarinnar. Þetta minni nú margt á hóp innan geðsjúkra sem að börðust fyrir því að fá vald yfir eigin meðferð sem voru alkohólistannir sem að voru inn á geðdeildum og geðsjúkrahúsum þóttu vera erfiðir leiðilegir sjúklingar og þurftu að reyna ýmislegt alls konar sjokk meðferðir með insúlínsjokkum og alls konar meðferðum. Þeir börðust fyrir því að ná stjórn yfir eigin meðferð og meðal annars með því að fyrrverandi sjúklingar eða hvernig sem við orða það, alkohólistar í bata, aðstóðuðu þá sem að voru í leita bata. Já, ég vildi óska þess að við getum nýtt okkur meira frá AA-samtökunum eins og tólsporun og þetta af því að hérna í AA-samtökunum þá er líka mikið innibyggt í að þegar þú ert að taka fyrstu skrefin að þá viðurkennur vannmáttin og þú þarft í rauninni aðstóð þannig að hérna og það sem þeir gera líka er að þeir eru með svona sponsora því það er oft sem fólk þarf að hafa einhvern sem að getur hringt í en það getur ekki hringt í einhvern sálfræðing eða sérfræðing því það er, þú veist, þú er að bíða og svo er að bíða marga mánuði eftir tíma ég skil ekki okkur við nýtum ekki mannauðin betur af því fólk er ofta fást við að það á ekki samleið með öðrum eða það hefur ekki þetta stuðningsnit kannski sem mörg okkur annar hafa en ég vildi óska þess að við gætum nýtt þá reynslu sem alkohólistar hafa gert í gegnum árun og tengda í geði. Það myndi hjálpa alveg gífilega. En allavega það er sko sömuleyti má líta á baráttu alkana, svona eins og frelsisbaráttu, bara frelsisbaráttu samkynniðra og að losna út úr geðbatteríinu. Það var frelsisbaráttu. Já, en það er kannski einhvað meira skömm. Og ástæð fyrir nafnlindinni, af því að þetta er gert skrifað 34 og eitthvað starfað þvíbili. Það var náttúrulega óttin við að vera tekin inn í geðbatteríi þar sem að þú gast verið þeirra sviftur öllu valdi og alls konar fólk að reyna á þér alls konar aðferðir sem að gáttu bara að skada þig. Þess vegna var svo mikilvægt að hafa nafnlendina af því að það er svo hættulegt. Að segja nafnið sitt. Að vera alkohólisti. Af því að það gáttu að vera... Það var skömm þá. Nei, það var ekki bara skömm. Það gáttu verið lífshættulegt að fara inn í geðheilbrigðisbatteríið og fá hérna alls konar sjokk, heit og köldböð og það sem betur fyrir hætt en það er komið bara eitthvað annað í stað. en ég að sömuleyti er þetta eitthvað líkt að þannig eru sjúklingahópur sem er að berjast fyrir að fá að stjórna meðferðinni sem að þau fá. Já, eða líka bara fá að vera með á jafningja grunni vegna þess að það sem við gerum oft er að það er alltaf sami aðeina sem er að stjórna því að ég meina við fengið líka að heyra það að við séum svo neikvæð og nú er ég að fara að byggja nýtt geðsjúkrahús sem allir fagna en við segjum já okkur ekki sama bara að það sé steinsteipan heldur viljum við skipta okkur að hvernig hugmyndafræðin er innan veggjana en sko það er margt hefur áunnist og margt er miklu betra en við erum ekki enn fullgildir jafningjar vegna þess að það er ennþá sama fólki sem er að stjórna og stýra en leyfi kannski einum og notanda að vera með en ekki að fá frá þeim hvernig viljið þið hafa þjónustuna, hvernig er þjónustan sem myndi nýtast ykkur og þessir einstaklingar sem verða þarna á 50 deginum með vinnustofur og 1, 3 eða 4 þarna á föstu deginum er fólk sem hefur haft áhrif á þróun þjónustuna bæði í Skotlandi, Nýja Sjálandi og í Noregi að þarna erum við með fólk sem hefur virkilega fengið að hafa áhrif og bara til að segja þér að það var fyrsta námskeiðna fyrir nokkrum vikum sem er kallað svona intentional peer support þar sem sagt jafningjastarsmenn og þú byrjar að fá 1 viku í þjálfun þar sem fólki kennt að nota reynsluna sína og hún sé jafn mikið virði og reynsla einhver sem er fagaðilega sem aldrei hefur reynt það að vera tekin úr umferð eða misstjórna lífi sínu af því að þú veist þetta hefur aldrei verið að við höfum aldrei geta verið jafningar, það er alltaf einhver sem er með meiri menntun eða eitthvað svona en það er ekkert endilega að viðkomandi náu meira árangri og þegar það var sýnt fram á að hitta jafningja, starfa með jafningum alveg svo í alkohólumhverfinu
að það geti bara haft jafn mikið árangur og þess vegna þurfa þeir sem eru við stjórnvöldin og þeir sem hafa fjármagnið að hlusta á að þetta eru þeir skjólstæðingar sem við ætlum að reyna að veita sem bestu þjónustu. Akkur hlustum við ekki á hvað þau hafa fram að færa? Ég spyr, akkur það ekki gert? Af því við erum búin að búa til eitthvað kerfi þar sem að við erum búin að ákveða hverjir eru meira virði og hvaða rödd þú hlustar á. Bara ef við tökum háskólasamfélagið, þá að hlusta mest að þá sem eru doktorar eða prófessorar. Skilur, það er búið að búa til ákveðin svona valdakerfi sem að við erum búin að ákveða hvaða rödd hafi mest vægi. Og ef þú náttúrulega neðst í stigunum, þá hefur ekki séns. Þannig að þessu leiti þurfum við líka, að þetta heitir samfélagsleg breytingar, að þörf á þeim. Við erum að segja, farið að hlusta meira á notendur og ekki bara ráða einn og einn í einhver 20% eða 30% starf. Það er fínt en það verður að gera miklu meira því við erum búin að vera að tala um þetta núna í 20-30 ár. Þannig að þó einhver segir með Ebba mín, þetta er búin að breytast mikið, þetta var nú ekki svona áður, þá segir þetta er bara búið að ganga allt og hægt. Ég verður alveg dauð. Já, þú vilt sjá að sjúklingarnir stjórni hælinu, svo ég vitna nú í ennst Lunatics Taking Over the Asylum, að sjúklingarnir ráði meðferðinni, séu eiginlega þeir sem ráði. Já, en ég veit alveg að heilbrigðisstarfsfólk mun aldrei leyfa það. Það er ógnandi fyrir þau. Þannig að ég það líka að maður þurfa að venda þau aðeins, að þau eru búin að læra eitthvað og það bara tökuðu af þeim það sem er þeirra sjálfsmynd og þeirra öryggi. Ég vil freka búa til fleiri valmöguleika þar sem við gerum svona tilraunaverkefni til að sjá hvernig það gengur. Það þýðir á Íslandi, ég sé ekki því miður reyna byltingu. Þess vegna verðum að byrja á svona tilraunum og ég er í alls konar ráðum og nefndum sem fulltrúi og geðhjálpar og svona og mér finnst, ég er búin að vera í þessu svo lengi. Ég var svona hætt að trúa því að maður hefði áhrif en það eru svona að koma sprungur sem að koma manni skemmtilega óvart. Þannig að kannski það springur ekki alveg en það er að koma sprungur. Notendur eru farnir að hafa meiri áheyrn. Ég verð að viðurkenna það En þið eru á föstudögunum eru fyrirlestrar og þar eru til dæmis Robert Whittaker sem skrifaði metsölubók Made in America, hann skrifað fleiri bækur og hvert fólk til þess að bara googla það og verða sér út þessar bækur því að það þess að Made in America hafði stórkostlega áhrif í heiminum. Já, hann hrökk svo við því að hann kynntist einhverju mannesku sem að hafði verið tekin af lyfjunum til þess að prófa það aftur. Hann sá eitthvað sem hann fannst svo siðferðilega rangt vera að gerast í geðinu að hann kom svo bara ekki út úr geðinu eftir þetta og hann hefur líka verið að sýna fram á að vanþróu þjóðurnar hafa náð meira árangri með svona alvarlegum geðgreiningum heldur en vestrænu þjóðurnar en samt sem áður erum við að þröngva á vanþróu þjóðurnar okkar vestrænu medísínsku nálgun sem hefur sýnt verri árangur. Þetta er náttúrulega mjög merkilegt að svona sé gert. En hann hefur notið meira vinsælla á meðan almennings en ekki meðal heilbrigðisstarfsfólk. Nei, en það er hann ekki heilbrigðis, hann er eiginlega svona hann er rannsóknarblaðamaður. Og þá er bara sagt, hvað hefur hann vitað þessu? Hvað er hann allar, hann sér upp á dekk? En hann rekur sögu geðlækninga og það gerir líka hann Andrew Scull sem að gaf út bók, ég held ég að við rætt við hann Héðinn hana Desperate Remedies sem kom út núna í sumar sem er líka saga geðlækningana og það að þú varst að tala svona völdin og að sömuleyti finnst manni að þegar þeir eru að fjalla þetta að þeir eru að sína afleiðingar þessara valdajafvægi er mjög ójafnt þegar að sjúklingurinn er eiginlega valdalaus inn í svona kerfum að þá geta gerst hryllilegir hlutir. Og ég held að þessi Andrew hann tekur aðeins öðru sér nálgun því ég held að sé hans bóku þar sem hann tekur fram hvernig þeir ákveðu til dæmis DSM, hvernig þeir ákveðu sjúkdómsgreiningar. Þetta er bara nokkur kallar sem sátu í einhverju bakherbyrgi og fundi einhverju einkenni og þetta byggist all vísindin á því það hefur aldrei verið sanna neitt að þetta sé svona raunverulegu sjúkdómar sem þú getur séð í smásjó eða tekið þvagpröfu og svo byggjum við á þessu og þetta er í rauninni og svo mentuðu fólk og þau eru að gera eins vel og þau geta því þau eru mentað þennan hátt en kannski var vitlu skefið í byrjun. Þannig að mér finnst mjög mikilvægt að almenningu gerir sér grein fyrir því á hvað svona byggir af því að við erum að setja líf okkur oft í hendur á aðilum
og þá vill maður nú vera vel upplýstu, það myndi ég allavega vilja. Hann svolítið að fjalla það sko, rekur að því að á 19. öldinni voru svona hreyfingar, svona húmanískar hreyfingar í sambandi við meðferð á geðröskunum, en sem að síðan eiginlega deyja út og það taka við þessi hæli og þetta snýst við, hann segir þessa sögu og hann svolítið að veltaði fyrir sér hvað var þess valdandi að geðlæknirnir töldu sig hafa vald til þess að gera það sem að þeir gerðu, því að það voru gerða náttúrulega alveg sko furðulegar tilraunir á fólki með geðraskanir og sömuleyti bara skadað líf þeirra sko, og líkami. En það átti þegar við sjúkdómsvættum þetta svona eins og við gerðum, það átti þetta að breyta fordóma viðhorfum þetta sko hérna að því að þú veist með sjúkdóma þá sko þá ákveðna að þú verður að greina og svo meðferði miðasta greiningum og ég man hvað kom mér á óvart, ég var að tala við fólk sem hafa náð bata það var með sikkur að greiningan oft sömu lyfin og ég gæti ekki séð neitt samhengi á greiningunum og lyfjagjöf, þú veist, ég bara skildi ekki, ég náttúrulega ekki læknir en það var ekkit, það meikaði engan sens hvað fólk var að segja mér miðað við hvað ég hefði verið upplýst þegar ég var í námi en sko, ég held að sko the intention eða ásetningurinn var góður fólk vildi ekki eitthvað illt, ég trúi því ekki. Það steig yfir marga þröskulda, raunverulega skadaði sjúklinga sína. En það nú oft verið talað að sko, lokað á inni. Já, geðlækningar eru oft sko, eru svona síðgæðislöggur, þetta var oft fólk sem var kannski að gera uppreið sem að hegðaði sér ekki eins og við hinn sem gerðu hluti sem við skömmumst okkur fyrir sem fjölskyldunar voru svona skítu upp að nefi skilur þannig að það svona margt í þessu en ég held að upp staðir þá held ég að það muni komið ljós að við erum bara mismunandi og eins og að koma núna fram alls konar gerðir að það ekki bara konu og kalla og það er svona alls konar tegundir af mannskeppninni að það á eftir að koma ljós að heilin á okkur mismunandi og hann þarf mismunandi umhverfi til að þrífast alveg eins og sumir okkar með athyglisbrestur og sumir einhverju rói og sumir með heila sem næmari að við eftir að ég trúi því að við eftir að hafa meira umburðlendi gagnvart við að við séum mismunandi og þá þurfum við að byggja líka upp bæði vinnumarkað og skólakerfi sem tekur á móts við þessum fjölbreytileika en ekki að tróða okkur í þessa kassa sem hefur einkennst síðustu svona 5, 6, 7, 8 áratugina að það á að gera okkur einhverju meðal manneskum, meðal jónum sem að við erum ekki og þrífust ekki í. Nei, og ættum ekki að vera og ættum ekki að vilja að vera. Þess vegna þurfum við að breyta til dæmis við búum til kennara, við þurfum kannski að búa til öðruvísi kennara sem eru kannski pínlítið að hafa þekkingu á umhverfisþáttum, hafa þekkingu á áföllum og hafa þekkingu hinn að þessu svo þeir sé ekki alveg fastir í bókinni svo við þurfum ekki að fara að fylla alla skóla sálfræðingum og félagsrákjum. Skilur við, eins og nútíma samtali að segja okkur, þá þurfum við bara að fjölga rosalega mikið í heilbrigðisstéttum og það á að leysa málin. Ég trúi því ekki að við leysum vanlíðan fólks með að fjölga heilbrigðisstéttum. Það kaupi ég ekki. Það gerum við með því að gefa fólki tækifæri, með að sjá betur börnin okkar, með því að styðja fjölskyldur, með því að breyta skóla og vinnumarkaði. Allavega með, skilur við. Og ekki heldur með því að það séu 40% nefndanna á lyfjum, kjælufum? Ég veit bara ekki hvert við erum komin. Nei. Ég skild ekki en það er kannski ákvæmna kröfur og ef að við trúum því, ef okkur finnst eitthvað að okkur og við pössum ekki inn í eitthvað kerfi og við trúum því að við getum læknað okkur, auðvitað gerum við það, við viljum passa inn, ungt fólk vill passa inn, það vill enginn vera á jaðrinum, það velur sér það enginn. Þannig að það er líka verið að selja okkur eitthvað sem að er stundum bara eins og samfélagsmiðla, það er nú búin að vera mikið umræð það. Ungt fólk, það er ekki að samsama sig við það sem það sér, það er ekki það. Og þá missir það oft sínin á sínu eigin og bara endar í vanlíðan. Ég byrju það að Gunnar, ég er eiginlega fegin að ég sé ekki úlingur í dag. Nei. Að því sko ég hefði fengið... Og þá er þetta ekki að tala áriti sem úlinga verða fyrir ekki endilega, þetta er líka ráðunum sem við höfum út af vanlíðan þeirra. Já og líka sko ég er viss það ef að ég hefði komist í hendunar á sálfræðingum eða geðlæknum þegar ég var ákveðnum aldri þá væri ég komin okkur marga greiningar bara yfir að heiðalega.
Ég tek og svo þá tikka ég í mörg box. En einhvern veginn þá ég hef kannski verið heppina því maður har haft gott stuðniskerfi og svona, en ég fekk það í uppeldinu að það væri í lagi að vera aðeins öðruvís og hugsa þess út fyrir boxið og ég, en svo aftur á móti á ég börn og kannski get ég ekki gefið þeim sama og ég fekk að því ég líka, þú veist, ég er ofta að hugsa það Maður þurft að segja þetta, en að því að þú ert ekki ung í dag, heldur að það séu svona stífari kröfur á boxið sem hefur verið að tróða börnunum inn í dag heldur þegar þú varst ung? Þegar ennþá var svona leifarnar af hippatímabilinu hér í loftinu? Sko ég man að ég valdi eitthvað fag og ég var sagt að ég ætti að velja fag þar sem að ég myndi eyða öllum deginu mínum í. Ég er mjög kvöldsvæf, þannig sem ég verið að velja mér eitthvað sem er mjög skemmtilegt að gera á daginn vegna þess að ég bara á ekkert eftir þegar ég á minn frítíma. Ég var alls ekki að spekulera í því hvaða kaup ég myndi fá. Síðan kynslóðan eftir mér, þá fyrir fólk að meira spæli, hvað fæ ég laun fyrir hitt og þetta. Þannig að þá þór það að vera drifkrafturinn og ef að það er drifkrafturinn og ekki það sem að þú ert upplöð til að hefur hæfileika til og ert kannski að vinna 8-10 tíma á dag við það sem að hjartaði slæri ekki en bara því þú far meiri pening og get keypt þetta, auðvitað kostar það vanlíðan. Ég vil að fólk geti valið sér það sem að það hefur gaman að og þurfi ekki endilega, það er í rauninni krafa ungt fólk í dag, er að taka stúdentinn og fara í háskólan, en málið er að, hvað er ekki, 40% strákum sem detta það út, þeir eru ekki að fitta inn í þetta, þeir eru ekki eins og að fitta inn í skólan og hvað hefur það með sjálfsmyndina og þeirra möguleika í framtíðinni, mér finnst þetta alveg sorglegt og allt ínum var iðnám, nú er að reyna að koma þeirna, allt ínum var það eitthvað ekki einu að flott. Við getum ekki haft allt bara lögfræðinga og verkfræðinga og... Alla sem millistjórnendur í einhverjum fyrirtækjum sem eru að taka ákvarðanir allan daginn sem að stríða kannski gegn réttlæti skemmtira og svo þurfa að hlaupa upp á esjuna bara til að fá smá frið eftir vinnu til þess að ná sér niður. Ég held að það sé svolítið ef það sér fólk hjólandi fram og tilbaka í bænum þá er það mikið til svona fólk sem hefur allan daginn verið að taka ákvarðanir sem að stríða. En ég fæ samviskupið ef ég er ekki að gera þetta því sem er ég ekki, þú veist að því ég nenni bara að lappa og kannski hjóla pínlítið þá sem ég er bara ekki nú að góða þessu ég á að vera ekki stóra svita. Herðu, en þeir félagar Vittekar og Skölds sem ég menti, þeir hafa svolítið tekið söguna og draga svolítið fram náttúrulega og það held ég sem allir sem að eru bara upp í dag verða að taka okkur afstöðu til vegna þess að talningu þeirra greiningum fjölgar og það eru fleiri og börnin okkar eru komin á geðlíf og þá verður að taka okkur afstöðu til gælaninga og þeirra vald sem að það hefur og hvert að sækja það vald. En hann James Davis, hann er svolítið að fjalla nær okkur í tíma og hann, ég hlusta á erindi í gærkvöldi, þegar ég sá þessa ráðstefnu. Hann hefur nýbúin að skrifa bók sem að, ég veit ekki hvað þetta kallaði, svona undir áhrifum róandi efna og það er hvernig nútíma kapitalismin hefur búið til geðheilbrigðisvanda nútímans. Og það er eiginlega hugmyndin svo að það sé bara að græða mikið á þessu að það komi í gang eitthvað svona maskina sem að tekur bara sífellt fleira fólk inn vegna þess að það bara að græða á þessu að búa til lausnir við vanlíðan. Sko ég treysti ekki alveg lyfjafyrirtækjum af því að það kalla svona big pharma. Það er mjög einfalt að búa til eitthvað svona spurningaskema það sem þú fyllir út og þá ef þú fyllir eitthvað mörg svör þá ertu komið með einhverja greiningu sem er forsenda fyrir því að þú fáir einhver lyf og svona að sá sem er að taka viðtali og greininguna hann er bara að ætla sér vel hann heldur að hann sé að fara eftir sannreyndi þjónustu því það þannig sem hann er búið að mennta viðkomandi en ég treyst ekki alveg hvernig þeir hafa komist að þessu niðurstöðum og hann er kannski að segja okkur frá því á hvernig hátt er hægt að í raunin að nota vísindin til að blekkja okkur af því við erum sko í samfélag þar sem við gerum ekki neitt nema rannsóknir standa á bakvið og það er alveg sorglegt ef við erum að nota vísindi til að græða á og mér er bara allt í lagi að fólk sé pínlítið paranoid sko og treyst ekki öllu en ég vil ekkert slátra eitthvað geðlagnum hér á Íslandi. Þetta er fólk upp til hópa mjög vandað fólk sem vill vel. En það er bara kannski afrakstur af einhverju hugmyndafræði og
þá segjum við, getum við ekki verið með fleiri valmöguleika, getum við ekki sett meira á borðið, þurfum við einhvern veginn að vera í einhverju keppni, ég vil ekki vera í keppni, ég vil vera í samstarfi og þróa fleiri möguleika og heyra það sem þessi menn sem hafa verið að grúska í þessu og flesta þessu fólki hefur ekkert byrjað þarna, það hefur bara rekist á eitthvað og hefur orðið svo hissa og svo hefur farið að grafa meira og meira og þá kemur kannski meira og meira skítur upp. Þannig að ég er mjög spennt að heyra í þessum gaurum sko. Já. Og ástæðan fyrir því að geðhjálp stendur fyrir þessar ráðstöfnu það líklega að sjúklingahópurinn er ósáttur við þá meðferð sem það fær úr geðheilbrigðiskerfinu. Sko, eða hluti hans. Sko, við erum náttúrulega hagsmunafélag og við kannski fáum meirinn á borð hjá okkur fólk sem er ósátt heldur en þeir sem er sáttir. Því að þeir kom ekki kvarta. Þannig að við fáum þann hluta en sko við erum líka berjast fyrir bara alla sem láta sig geðheilbrigði varða og geðheilbrigði varðar börnin okkar, varðar okkur þegar við verðum fullorðin, þegar við erum á vinnu aldrei, þannig að þess vegna viljum við bara setja meira á borðið. Þarna erum við með fólk sem er eftirsóttu fyrirlesarar allan heim og við fengum ég held að það hefði verið tilvinn, við fengum það allar, við heldum kannski við fengjum bara 2 sem bara sögðu, voru þið lausir, þannig að við ákveðum bara tökum alla. Við höfum bara dálítið gaman. Já. Þetta er náttúrulega stór kanónur sem eru þarna. En fyrir hvernig er þetta? Á 50-deginum eru svona vinnustofur eins og sagt er. Já, þá er líka verið... Fyrir hvernig það? Er það fólk með gæraskanir? Já, það ég held að komi fleiri... Það er komið gælan allir líkar? Nei, ekki á 50, en á 1. veit ég nokkra sem eru búin að skrá sig. En á 50-deginum hver er... Það held ég að sé mest fólk sem er að vinna í þessum geira og fólk sem er kannski... Ekki sjúklingandir? Jú. Ég held að þeir mæti það ég er nú með hlutverkasetur þannig að við komum heilmarki þaðan og það kemur frá Læk og Tvöl og Vín og Geysi þannig að allir þessi staðir sem eru í svona að vinna með þeim að boðið að vera með okkur þannig að svo kemur fólk frá Akureyri sem eru í þessum geira þar og svona en hvað gerist þarna? Segjum að ég sé að hlusta núna og er ekki alveg á með hvað vinnustofa ef ég kæmi nú þarna bara inn á götunni og hvað er gert við mig? Nei, það er ekki fyrst, það er örgulega innlegg fyrst og svo eru umræður, þannig að fólk fær meira að vera þáttakandur heldur en á föstudeginu þar sem þú ert bara að hlusta á vera með eitthvað erindi, þarna er meiri tækifæri til svona tjáskipta. Og hvað þarf að vera eitthvað að mér til þess að fá? Nei. Ég er með 2 sjúkdóma sem einu sinni tilheyrðu geðbatterínu, en sluppu. Ég er bæði alkoholisti og við sluppum með Francis Bardokar og svo er ég líka flóaveikur sem einu sinni var skilgreind sem geðsjúkdómur. Já, nota flóaveislíf. En er eitthvað neði búið að... Þeir koma frá Batahúsinu, þeir eru með kynningu þarna á 50-deginum og eru að segja frá og þeir eru líka, eru með þessa notandamiðu og að taka völdin í eigin hendur. Þannig að það er ég sá að það var eitt. Ég hætti á flóavíkislifum af því að ég fannst þau ekki gera mig gott. En hvað færðu þá flóakost? Ég spurði bara læknið að er eitthvað sem deyr ef ég bara passa með að vera ekki að synda. Þá sagði læknir reyndar það er þú smátt og smátt þá völdur þetta skaða á heilanum á þér þannig að ég myndi ráðlega gera að taka lyf en ég hef ekki gert það. Svo þú getur ekki farið sjósund? Nei. Það er líklegast út af þessu. Nei, ekki, og allra síst ef að dóttir mín myndi vita af því, hún bannaði mér allt svona. Og svo hrættum bróður sinn. Þannig að ég geti farið þarna. Já. En það var Ég veit ekki hvort þú hefur mikla þolinmæði í það. Ég veit það, það er eitt sem að gerist þegar maður er með flógaveiki, að maður fær svona ofskynjanir. Sjóntrublanir og fleira stundum sé ég fólk eins og sé horfa á það í gegnum vatn og eitthvað svona. Er þetta eitthvað álagstengt? Mér er sagt að svo sé ekki en ég er allt frekar að sé þannig ef ég er mjög þreyttur þá er ég viðkvæmari fyrir svona veikari flógavíkiskostum. Það er líka fólk sem á við svona geðrar vandamálið áskanarstríða. Það er hættar ef það undir miklu álagi og þá þarf hann að passa að hvíla sig. Já. Og vera í náttúrunni og anda. Já. En ég las bók eftir Oliver Sacks sem skrifaði náttúrulega margar bækur sem er goðsögn. Þegar fólk kannski man eftir myndinni Awakenings þar sem að Robin Williams heitin leikarn. Já, ég man til henni. Hann skrifaði bókum ofskynjanir og hann held í fram að það væri alltaf 15% fólki sem að sæi ofskynjanir
og það við þyrðum hins vegar ekki að tala þetta af því að það væri svo mikil skömm að það væri svo hættu að vera tekin úr umferð eða fólk myndi halda að við væri búin að missa viti þótt að við sæjum ofskynanir. En þetta alveg rétt vegna þess að einhver náungi sem heitir Romme sem hefur verið með svona sjálfsveiparhópa fyrir fólk sem sér eða heyrir raddir sem við hinn sjáum ekki. Það byrjaði þannig að það var einhver eldri kona, aðeins yngri ég, sem að fór reglulega til geðlæknis og hann var alltaf að spyrja hvort að lífin virkuðu og hvort hún heyrði raddir og svona og svo allt í hennu segir hún í eitt skipti við hann akkur þetta alltaf að tala við mig þessar raddir, vistu, það bara annu hver manneski minni fjölskyldu sem heyrir raddir og hún ekki hjá geðlækni, ég eina manneski hjá geðlækni og þetta fannst hún mjög áhugavert, þetta var í Hollandi svo að hann ákveður að hann auglýsir eftir fólki sem að heyri raddir og bara skynjar hlutina svona sem að undir venjulegum kringumstæðum hefði fengið geðklofa greiningu. Það eru 700 manns sem mæta á þessar ástöfni hjá honum og hann fer að rannsaka og tala við þetta fólk og flestir hefðu orðið fyrir einhverju svona áföllum í æsku en flestir hefðu geta notað þetta, þau notað þetta meira sem ok, nú þegar ég byrja svona þá fer ég að passa mig inn á þessu. Þeir sem lentu á geðlækni voru þeir sem eru hrættir við raddirnar eða aðstandandi voru raddirnar. Þannig að þetta mjög algengt. En fólk talar ekki þetta. Það þóri ekki að tala það. Þú getur verið sendur til geðlæknis og enda á lyfjum bara. Alveg eins og alkoholistandi sem þóri ekki að koma undir nafni. Þannig að ég held þetta verði hluta fjölbreytileikanum og eins og þegar við vorum hana í Tromsø og fengum að vera þarna á einu fundi, þá var til dæmis eitt sem var að koma þarna af því að hann hafði haft raddir alveg í 20 ár en nú allt í einu raddirnar farin að vera reiðar og hann var orðinn svona hræddur þannig að hann kom og laðist hann inn í nokkra vikur til þess að læra að stjórna betur nöttunum og gera sig grein fyrir akkur að væri orðna svona aggressívar gagnvart honum. Svo annað sem var líka áhugavert þarna að því í Norður-Noregi þetta mjög dreifbýlt að þú ert kannski hæstalega í 3 til 6 vikur inn á þessari deild til þess að læra að lifa með þessu og vera svona sem var allt í lagi, bara þetta bara hluta þínu persónuleika og ekki endilega sjúkdómur, að þá fer mest að vinnan fram í nær umhverfi. Þannig að þá það ekki heilbrigðisstarfsmaðurinn eða sérfræðingurinn sem stýra öllu heldur, þar hafði svona þessu kalla open dialogue, hafði svona fundir, svona opnar samræður, þar sem fólk skipti með sér verkum og spurt á hvern hátt getur þú stuttan Jón? Hvað viljið þið gera ef hann svona þannig að ákvarðanir voru teknar í sameiningu en ekki eitt sérfræðingur sem segir svona skulum við gera þetta og þetta líka eitthvað sem Geðhjálp hefur viljað íta fram og ég veit að geðlæknarnir eru farnir að vera opnari fyrir því þeir eru búin að sjá eins og í Finnland og eins og Robert Whittaker hann tekur dæmi þannig open dialogue sem var þróað imitt strjálbreiði í Finnlandi þar sem voru ekki mikið að sérfræðingum þá þurfti að nota nær samfélagið til þess að styðja við fólk og þetta á eftir að vera meira algengt af því að þetta svarið við að við þurfum ekki að fjölga svona rosalega í heilbrigði, við þurfum ekki að fjölga svona sérfræðingum ef við styðjum nær samfélagi að taka utan sitt fólk. Þetta eitthvað sem við getum kallað félagslega lækningar? Það hétt samfélagslækningar í gamla dag þegar ég var að læra, en þá hétt það lækningar. Nú myndi það ekki heita, myndi það heita samfélagsstuðningar því við erum ekki að lækna fólk. Við erum að styðja það og stundum þar fólk eins og þeir sem lamast þurfa hjólastól, þá það stundum fólk mannesku sér við hlið. Af því hún treysti sér ekki að gera eitthvað ein eða eitthvað þannig að við þurfum miklu meira að fara að nota mannaflan og náungakærleik. Við þurfum einhvern veginn, ef að fólk eitthvað skrítið öðru sér þá bara fara til geðlæknis. Þú veist, við viljum ekki koma nálægt fólki sem einhvern veginn öðruvísi og þetta verður eflaust meira og meira núna þegar við þurfum að vera í svona fjölþjóðlegu samfélagi að við kannski ítum frá okkur fólkinu sem vil vera hérna með okkur. Þannig að við þurfum að virkilega passa upp. Við þurfum að æfa okkur í því að fólk ólíkt og... Það heldur betur. Ólíka trú, menningu, allt. Ég hef fengið fólk undanförnu til þess að ræða það hvernig standi á því að kannanir benda til þess að fólki líður verr, börnunum okkar líður verr og flestir eru á því að þetta sé bara þannig, okkur líður verr. Þótt að einhver leiti þetta þannig að við auðveldra með að tala andlega vanlegan okkar, þá getur það spilað inn í það. En flestir eru á því að það sé eitthvað í samfélaginu sem veldur því að okkur bara líður vel. Það meiri einmannaleiki, það meiri kvíði. Ebba mín, akkur líður okkur svona illa? Nei, að því að við erum fædd
félagsverur og og ef við vorum ein þarna í hellónum eða hvað sem vorum á sléttanum þá fer heilin í svona alerta því hann þarf meira að passa sig sko á villidýrunum og allir því sem eru í kringum okkur þannig að þó að við séum í öruggu umhverfi en erum ein þá fer þetta kerfi í gang sem að hefur rosalega niðurbrjótandi áhrif enda talar það að það sé ávið að reykja 15 sígarettur á dag að vera í einveru þó að við upplifum ekki að við séum einmann eða þó við séum í símanum að horfa á skjáin og svona þá heilin þannig gerður að hann róast þegar við erum innan fólk af því þá erum við meira örugg af því hópurinn sér okkur þannig að það ekki tilviljun að það búin til núna einmannar áþerrar þeir eru nú fara að gera þetta í Svíþjóð og búin að gera þetta í Bretlandi af því þetta eitt mesta ógn við bara heilsu fólks það að sé þessi eitt. En ef við erum einmanna hvert í okkar einn heimi þá náttúrulega samfélagið millum okkar að brotna það niður, eða ekki? Jú, en þó ég sé ekki pólitískt og sem ég segja ég hef aldrei komið út úr skápnum hvað það varðar þá meina ég að við verðum að byggja samfélag þar sem við getum liðið þannig að við vitum að nágrann okkar líður líka vel og hann hafi sömu möguleika við þetta kapplaupa maður sé sinn eigin herra og maður getur besta útgáfan af sjálfum sér já, þetta fer illa með okkur við eigum að, sko eins og það var talað að þurfi heilt þorp til þess að ala upp börn, sko við erum orðin alltof, sko hvað segir maður, fyrt fyrir því sem við erum hópdýr og við þurfum að búa í samfélag þar sem okkur ekki saman nágrannan og við styðum hvort annað en þetta svo mikið útopía því miður í dag að því að ég meina við erum svolítið hraðlega í hináttina já, en ég held að einhver tíman okkur líður ennþá það vel að það gerist ekki neitt en þegar ég veit ekki það verður ekki meðan ég lifi sko að því það þarf virkilega þegar verður svona fólk vill breytingar þá það orðið svo mikið sko þörf þannig að ég veit ekki ég ekki rosalega bjassi Nei en ástæðum góð við rifjaðast upp fyrir mér við vorum að tala hérna Oliver Sacks og ofskinnunar ef ég manni þetta rétt að þá segir hann frá í bókinni af einu manni sem að sá svona eins og garðálfa já og það bara var alltaf svona in the corner of his eyes það var svona garðálfur og hann vissi ekkert af hverju hann var með garðálf og gæti engin tengt að af hverju maðurinn sæi garðálf þannig hann lærði bara að lifa með því að hafa garðálf var ekki hræddur við hann? Nei, var ekki hræddur við hann og hann var að segja að það var í stundum svona þegar það var að vinna á kvöldin svona að skrifa eitthvað og var alltaf þessi garðálfur þá var hann alltaf fyrir sér ákverju sitt ég uppi með hann garðálf en það gæti ekki útskipt það og Ólafur gæti það ekki heldur? Nei, engin Nei, þetta var svona dæmi að það var ekkit aðeins manni nema það að hann bara sá hann að garðálf þannig að það eru kannski einhver sem er hlusta á okkur sem segir svona ofskinnanir, heyri raddir eða eitthvað svoleiðis að það þarf ekki endilega að vera merki að þú sért geðsjúkur og er að lækjast inn á geðveikra hæli ekki miðað við þennan hólveska geðlækni sem bara kynntist fullt af fólki en svo er ekki oft svona fólk sem eru svona, hvað segir maður, svona mídía svona sem sér hlut og svona það er ekkit endilega að leggjast inn sem þú fer til sem sér annað fólk og fyrir líf og andalegna og svona ég meina og sjaman en málið það með að þú fungerar og með að þú getur sko tekið ábyrgð á daglegu lífi þá gerist ekki neitt það er ef að þú ferð að brjóta reglu samfélagsins eða ert hættulegu sjálfur öðru það er svona öðrum það er svona hefur verið svona það sem hefur verið notað sem reglan en síðan segir fólk það að það hefur oft verið tekið úr umferð þó það sé ekki hættulegt sjálfsögður ef það einhver tíman hefur lent í kerfinu þá er svo auðvelt að taka þið endalaust þannig að þú þarft svo lítið að brjóta að þér til að vera tekin umferð en þetta er bara mjög mismunandi upplifanir. Ég er með spjall hérna á Laugardögum sem að heldur helgispjall þar er við talað við til dæmis Harald Örn Erlendsson sem að hefur sá svona sýnir sem ungbarn og Hilmar Örn Hilmarsson sem að og þeir eru ekki træddi við þetta nei, þeir eru bara með helbriðstu mönnunum í bænum þetta er oft lokað á af því að við lærum að við meðum ekki tala um þetta nei. Þannig ég held að fólk sé bara með þetta í felum oft já,
Það er gott að tala hvað við erum ólík til þess að við venjumst á því að lifa í heimi þar sem að fólk ólíkt. Við erum að koma út úr skapnum með það. En svo er líka gott að fara á ráðstofnun ykkar sem hvar? Á 5. daginn eru vinnuhóparnir. Þetta er Hilton Hotel. Hilton. Það er það Hótel Esja sem heitir kannar það. Já. Og svo er ráðstofnan á 1. dag. Já. Endilega fólk hefur áhuga að heyra svona píliti öðruvísi nálganir og svona, bara hefur áhuga á geðheilbrigðismálum. Ég myndi segja allir sem hafa áhuga á því. Og fólki sem að mætir þarna og er með erendi er fólk sem hefur haft mikil áhrif. Já, er byltingafólk og svo fólk sem hefur reynslu að hafa þurft að nota sér kerfið. Og vill eitthvað öðruvísi. Já, kæra þakkir Ebba fyrir að koma hengað og við skiptum yfir í næsta mál. Er rétt að greiða lágmarkslaun fyrir hámarksábyrgð? Til að manna mikilvægustu störfin þarf mannsæmandi laun, Efling stéttarfélag. Samstöðin á öllum hlaðvarpsveitum. Rauðaborðið, Sanna Reykjavík, Samtal á sunnudegi og Helgispjall. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir alla þá sem vilja berjast fyrir réttlátu húsnæðiskerfi. Leigjendasamtökin.is Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Þú getur átt samstöðina ásamt öðrum félögum í Alþýðufélaginu. Þú getur gengið í Alþýðufélagið á samstöðin.is. Þar er hnappur sem segir skráning.